Kópavog þarf ekkert að verða meira eins og Reykjavík. Það enginn að biðja miðjusettar forgangsakrina við Smáralind fyrir borgarlínuna. Það enginn að biðja það að nýjar íbúðir sem 0,7 bílastæði á íbúð. Ég held að það sé ekkert ákall frá bæjarbúum. Ég held að það sé búin að vera að kjósa íhaldið vegna þess að vildu ekki þetta. Og þar held ég að sko miðflokkurinn, við erum eini flokkurinn í dag held ég sem að hafnar borgarlínunni og ég held að við erum svolítið með þetta slagorð tækifærið núna. Ég held að þetta síðasta tækifæri sem núna ef að fólk vill hafna borgarlínunni í kraganum. Því það ekki of seint að afvinda af þessu þar. Hver tilgangurinn? Að börn komi heim úr leikskólanum og segja foreldri sinna, já ég hán. Hvað meinarðu? Já, það bara kom eitthvað fólk í leikskólan og sagði, ert þú strákur að stelpa? Og ég sagði, ég vissi það ekki og þá var bara niðurstaðan að ég hán. Þetta í Kópavogi? Hvað Samfylkingin í Reykjavík að fjárstýra skipulagsmálum í Kópavogi? Þetta svo stór furðulega. Segðu þetta aftur. Hvað segirðu? Þú ert að skrifa grein. Já. Hvað heitir hún? Er grunnskóla Kópavogs að gera börnin okkar að skjáfíklum. Og hver niðurstaðan? Niðurstaðan svo að það var gefin út skýrsla 2023 spjaldtöluvæðingu í grunnskóla í Kópavogi. Og niðurstaðan var svo að börnin sjálf tala það, að það truflun í kennslustofunni, þau tala sjálf það, að þau vilja helst vera að gera eitthvað annað. Og ég fór að hugsa þessa greina því ég var núna páskana á Tenerife. Og maður fer í matsalinn á morguninn í morgunmat. Og þar eru bara helminguna börnunum í spjaldtölu. Það er 7:30 morgun. Ertu að stríða mér? Ertu að reyna að mýkja mig hérna núna til þess að ég verði skemmtilegri við þig? Því ég tala mjög mikið þetta með Tenerife. Nei, þú getur séð þetta á X. Ég gerði færslu á X. Og þetta svo fáránlegt vegna þess að ég var að setja færslu á X þetta málefni. Því ég var bara í morgunmatum og ég var bara hvað er að gerast? Það bara öll börnin í ykkur spjaldtölum. Og að versta að ég veit að það er búið að vera svona aukin spjaldtöluvæðing í grunnskólum í Kópavogi. Og það hafa foreldrar verið að segja við mig, bara hörru, já, sonur minn kom heim úr skólanum og ég segja, hvað gerir í dag? Og það fundu þeir einhverja leið framhjá einhverju blokki á App Store, náðu að downloada Krakkarúf og horfa á Hvolpasveit. Og ég bara, hvað, í skólanum? Og ég bara, já, bara í starffræðitíma. Og og þannig ég fór svona að skoða þetta og þá bara Kópavogur búin að vera fremstur í því að spjaldtölva alla grunnskóla. Þannig eftir 5. bekk, þá bara gjörðu svo vel, hér spjaldtölva fyrir, frá Skakkarendum í Kópavogi og þú mátt bara eiga hana. Tekur hana með þér heim. Og ef þú ferð heim og horfa á Netflix, það bara frábært. Þá ertu að aflaðir mér upplýsinga í enskukennslu. Og ég sett vakti athygli á þessu X og starfsmaður, Kópavogsmaður, sem að vinnur við innleiðingu spjaldtöluvæðingar, kemur eitthvað og segir, heyrðu, þú veist ekkert hvað það tala. Lest þessa skýrslu. Og setur hlekka á einhverja 156 blaðsíðna skýrslu. Og hann augljóslega gerði ekki ráð fyrir því að myndi lesa skýrsluna. En því miður fyrir hann var ég að fara í 5 tíma flug heim frá Tenerife og ég bara, heyrðu, ég ætla bara að lesa þessa skýrslu. Og því meira sem ég las, því meira var ég bara, hvað að freaking gerast og af hverju var hann að senda mér þessa skýrslu því hún staðfesti alltaf sem ég var að segja. Foreldrar, það bara kemur fram í skýrslunni að foreldrar þetta stóð töluvert af foreldrum, hefðu áhyggjur af því að spjaldtöluvæðing grunnskólana hefði slæm áhrif á heila starfsemi barnanna þeirra. Það er rétt ályktun líka. Já, og maður bara býtu, og ég myndi fara að hugsa það með mér, þú veist, við erum alltaf að tala þetta. Það þarf að vera skjátími, við erum ágjörð því að börnun okkar séu alltaf snemma á samfélagsmiðlum, þau eru alltaf í skjám og svo bara, heyrðu, þú fer í skólan, ert í skjá, svo tekur hann skjá með þér heim og þú ert hvattur, það verður að hvetja börnun okkar til að nota þau utan skóla. Og ég var bara að segja, þú veist, mér finnst þetta ekki eðlileg þróun og akkurat það sem að foreldrar sögðu mig og kemur fram í skýrslunni að börn, þau eiga erfiðar með skrift, að því eftir 4. bekk þá ertu farin að gera ritgerðir á iPad að því það er ekkert lyklaborð sem fylgir með og bara eins og ég segi, því meira sem ég las af þessari skýrslu því meira hugsaði bara með mér hvað rugl er í gangi og því meira, allt eru núna komnir ykkur varðhunda kerfisins og farnir að núna segja ég veit ekkert hvað að segja og bara allir í miðflokknum séu vitleysingar og eitthvað svona auðvitað og maður veit að leiðum að fyrir að stuða kerfið það er eitthvað meira þarna bakvið og þá kemur í ljós að það eru 3 starfsmenn hjá Kópavogsbæ sem bara vinna við þetta og þeir eru verja þetta með kjaft og klóm vegna þess að þetta er vinnan þeirra ef við ætlum að fara af spjaldtöluvæði eða minnka skjátími í skólum þá náttúrulega eru þau farin að hugsa býtu hvað á ég að gera og því meira bara það er komið spjaldtölur.kópavogur.is og þar eru hlekkir á alls konar fræðslu og þar ég farin að uppgöta það að Kópavogsbær farin að hvetja kennara til þess að nota efni frá Jafnréttisskóla Reykjavíkurborgar vika 6, frábært verkefni. Þannig að, já, eins og ég segi, þetta er einn af þessum hlutum sem bara ég hendur út ykkur færslu á X og einhver gæi kemur að andmæla mér og ég sé bara, heyrðu, þessi vinnur við þetta, það er best að lesa skýrsluna og bara niðurstöðunar eru í alvörinni sláandi. Ég Jón Pétur Símsen reyndi að vekja athygli á þessu á sínu tíma og ég man að
þegar hann sagði þetta, það hljómaði þetta svona eins og eitthvað samsæri og þetta áður en hann fer inn á þing, sko. Og hann var einmitt að tala það að það væri ákveðin bara svona lobbyismi fyrir spjaldtölvuvæðinguna. Og mér þótti það svolítið sérkennilegt og ég trúði því eiginlega ekki. En svo aftur á móti þegar ég fór að kynna mér þetta, að þá það bara þannig að fólk á bara mikið undir bæði hvað varðar starfsframa en líka í því hvaða sérþekkingu það hefur í rauninni sótt sér og þá að fá greitt hærri laun fyrir það að hafa sótt sér sérþekkingu í þessum málum sem að veldur því að það rosalegur meðbyr með því að spjaldtölvuvæða kerfið þrátt fyrir það að hljóma eins og maður sé bara einhver svona samsæriskenninga lunatic þegar maður að bera þetta fram. En þetta raunin svona eins og þú ert að lýsa og þetta víðar í samfélaginu þar sem að ákveðin bara svona með þess smærri byggðakjarnar út á landi. Ég ætla ekki að fara að nefna neina út af því að maður vill ekki gera það. En þar sem að bara þessi svona hugmyndir spjaldtölvuvæðingu og ég man eftir þessu svona í kringum 2017-18 að þá voru þessi spjaldtölvur komnar, þá voru náttúrulega ákveðinir fréttamiðlar sem voru í rauninni farin að aðlaga sig að því kerfi. Ég held að Kjarninn hafi verið það svona fyrsti miðillinn sem að taldi að spjaldtölvuna myndu bara ýta öllu prentefni út fyrir, sko, og sem var náttúrulega ekki rétt. En svo aftur á móti þá erum við með bara rosa mikið fólki sem var rosa mikið undir því að þetta sé staðan og við náttúrulega erum augljóslega komin í þá stöðu, það núna verið að banna samfélagsmiðla undir 15 ára, hvað var það í Frakklandi núna? Já, og svo var þetta Ástralía líka búin að vera Ástralía eru búin að mjög framalega í þessu, Danir eru líka núna að skoða þetta og það náttúrulega, þetta verður ekkert fyrir börn eftir mjög skamman tíma. En það þetta líka bara slæmt fyrir börn, allar rannsóknir núna og skýrslur sýna bara það er ekkert sem hefur slæm andleg áhrif, ekki bara ungt fólk, þetta bara okkur. Það þessi samfélagsmiðlar. Það allir heilalausi sem eru mikið af samfélagsmiðlum, sko. Já, og það sem að mér finnst eiginlega, sko, svo hræðilegt við þetta að við erum alltaf að tala það. Við þurfum að minnka skjátíma, við þurfum að passa hvað börnunum okkar sjá á netinu og ég hef ekkert að móti því. Við þurfum að kenna börnunum okkar hvernig að haga sér á internetinu. Við þurfum að kenna börnunum okkar það ekki í lagi að senda skilaboð sem eru ljót bara vegna þess að þú ert á internetinu. Þannig að ég auðvitað alveg hlynnt við því. En þeirra bara öll íslenskukennsla, stærðfræðikennsla, sko, textílmennt og smíði, þetta allt bara spjaldtölur í þessu öllu saman. Það ekki eðlilegt, við vitum það sjálfur ef við vinnum fyrir fram tölvu allan daginn maður fær bara illt í augun, sko. maður bara með hausverk og þetta sem við gerum við börnun okkar og það annað líka í þessari skýrslu sem að væðingin skýrslan tekur út 2015-2020 og auðvitað náttúrulega var ákveðin stemming 2020 fyrir spjaldtölvuvæðingunni því hún hjálpaði svolítið í COVID en það kemur fram að börn hafa minni áhuga á lestri heldur en áður og ég myndi segja að stærsta vandamál skólana í dag lesskilningur og maður heyrða meira og meira frá framhaldsskólakennurum að það verið að útskrifa börn sem og nú verið að segja við þau, sko, þetta svo tæknivætt börn, þau eru búin að vera í tölvum alla skólagönguna, þau hafa samt aldrei séð Microsoft Excel, aldrei séð Microsoft Word og þau geti ekki lesið sér til gagns og mér finnst þetta bara vera mjög gott dæmum, hérna þarf eitthvað að skoða rækilega og mér finnst það algjörlega galið að bara leið og einhver einn kemur og segir, heyrðu, þetta hljómar ekki vel að þá bara fær maður alla kennarastéttuna á móti sér svona, eins og manni líður að bara skólaþróna spjall og allt þetta sem er stýrt af sömu aktivistum og vildu skóla án aðgreiningar sem líka verkefni sem hefur unnið sitt skeið sömu einstaklingar, tölu fyrir spjaldtölvuvæðingunni og eru núna að kvartið því einhver sé að benda spjaldtölvuvæðinguna sem kannski leiði mig inn á líka það sem við höfum talað og munum talað fyrir í miðflokknum í Kópavogi skóli með aðgreiningu. Hlaðvarp í samstarfi við heitirpottar.is hvort sem þið vantar saltvatnspott, hitaveitupott, kaldan pott, sánuklefa eða hvað eina í heita pottinn þá ferð þú inn á heitirpottar.is og lætur græja þig. Þjónusta og uppsetningum all land og nú jafnvel hægt að fá sér smíðaðan sánuklefa þar sem að þú færð sánuna nákvæmlega eins og þú vilt hafa hana. Það ekki hægt að setja verðmiða á heilsuna eða samverustund með fjölskyldunni og því mikilvægt að huga að báðu og það nákvæmlega það sem að heitirpottar.is auðvelda þér að gera. Hvort sem þú ert að endurnýja gamla pottinn eða gera þetta frá grunni þá getur þú sendt skilaboð á netinu eða bara einfaldlega kíkt í verslunina að Fosshálsi 13 en þar opið alla virka daga milli 10 og 17 og á laugardögum milli 10 og 14. Ekki drolla við þetta, þú veist að þið langar í heitan pott og sánu heimtíðin, heitirpottar.is, græja þetta fyrir þig. Það ég sammálaður því, en við skulum aðeins breytum kúrs sko, því að þú náttúrulega Einar Jóhannes Guðnason og þú ert að fara að bjóða þig fram í Kópavogi sem oddviti miðflokksins
Rétt. í næstu sveitarstjórnarkosningum. Þá myndi einhver velta fyrir sér, býttu nú við. Þetta hljómar svolítið skringilega að hann sé að tala gegn spjaldtölum og samfélagsmiðlum. Út af því að hvernig ætli þið að sannfæra ungt fólk það að útlendingar séu hættulegir og konur eigi heim í eldhúsinu, öðruvísin að sannfæra fólk á samfélagsmiðlum nákvæmlega það áróður? Er það áróður sem við erum að fara að setja fram? það er allavega ímynd fólks að miðflóknum. Já, sko, það sem þú ert að segja við mig hljómar eins og eitthvað sem að heimildin er að velta fyrir sér, sko. það er ekki. Var ég ekki búin að segja, ég er nýr starfsmaður heimildin. Já, auðvitað, já, já, þetta er náttúrulega stórfjörulegt. Í fyrsta lagi er náttúrulega engin börn að fara að kjósa í þessum kosningum, sko, það er engin í grunnskóla að fara að gera það. Framtíða kjósendur, sant? Já, framtíða kjósendur. Það reyndar er svolítið fyndið, ég er alltaf að lenda í það er alltaf eitthvað börn að stoppa mig, sko. Og ég er alltaf bara að byrja hvert þú að gera á TikTok og eitthvað frá pólitísk myndbönd. En náttúrulega það sem þú ert að segja náttúrulega er algjör svona uppspunni varandi stefnuna, en þetta er akkurat það sem fólk mun setja fram, vegna þess að eitt af það sem við munum tala fyrir og eina okkar stefnum er og Reykjavíkurborg hefur svolítið framboð okkar í Reykjavík hefur svolítið talað þetta eru að efla heimgreiðslur. Nú erum við með þetta leikskólakerfi og Kópavogsmódelið í Kópavogi sem er náttúrulega ákveðin plástur á vandamálið og Reykjavíkurborg ætlar nú að fara að herma eftir því en Sjálfstæðisflokkurinn í Reykjavík er einhvern veginn á móti því en samt sammála Kópavogsmódelinu, þetta svona gengur eiginlega ekki alveg upp en heimgreiðslur er eitthvað sem í dag er í boði fyrir þá sem að eiga börn sem eru 15 mánaða og ekki komið með leikskólapláss. Hugmyndin er þetta á brúa bilið milli leikskólapláss og fæðingarorlofs. Vandamálið þetta er í fyrsta lagi að fæðingarorlof er bara 12 mánuðir, ekki 15 mánuðir og í öðru lagi þá eru heimgreiðslurnar í dag bara 115.000 krónur á mánuði. Þetta er ekki sérstaklega mikið. Á meðan er bærin að borga hátt upp í, ég held að sé, 500.000 á barn fyrir leikskólapláss. Þetta er það sem við erum að borga með. Og okkur þykir bara eðlilegt að veita foreldrum þetta val að ef þú vilt vera aðeins lengur í fæðingarorlofi eða þarft að brúa bilið milli fæðingarorlofs og leikskólapláss að þá viljum við styðja við það vegna þess að það er bæði styður þetta við bara heilbrigðara fjölskyldulíf þetta líka samt mun minnka pressuna á því að fá leikskólapláss strax. Tillagan sem við erum að leggja til er að upphæðin geti numið alltaf helmingnum af því sem að bærin er að borga í dag þannig að þetta verður þá eitthvað 250.000 sem við getum þá fengið. Þetta er ekki að fara að bjarga heimilisbókaldinu en þetta ætti að vera samt nóg til að hjálpa aðeins að brúa bilið. Þú veist, ég sá bara fæslu í gæra á TikTok talandi samfélagsmiðla það sem ung kona var að segja, hún bara þurfti að skuldsetja sig til þess að brúa bilið og það er náttúrulega ekki það Ísland sem við viljum búa á. Nei, hvernig er það Ísland? Þú talar heilbrigðar fjölskyldur. Hvernig lítur hinn heilbrigða fjölskyldu út? Heilbrigð fjölskylda? Ég held að sé þar sem að ég veit ekki hvort að við sé þættir á Stöð 2 hvar er best að búa og já, eitthvað af því, það er mest ágætt. Já, og það sem eiginlega allir tala um í þessum þáttum er þetta hamstrahjól á Íslandi. Að það sé einhvern veginn svona hraði, það er eitthvað lífsgæða kapphlaup. Ég sjálfur ekkert tengt mikið við það, ég flutti út 20 sko, bjó í Ástralíu og Danmörku og var að horfa þess að þætti með bjó úti og ég og kona mín tölum bæði það, svona, vá, við tengjum ekkert við þetta. En sem leiðum að koma heim, þá fór maður að skilja þetta. Vegna þess að það er komin einhvers svona hraði að báðir foreldrar, þeir þurfa bara að verða forstjórar í ykkur fyrirtæki og börnin þurfa að vera í 5 íþróttum og 3 tómstundum og þau þurfa að byrja á samfélagsmiðlum 9 ára og það er bara þessi pressa, skilur, við erum farin einhvern veginn, við erum búin að missa þráðin í, af hverju erum við að þessu? Erum við lifum við til þess að vinna, erum við að vinna til þess að lifa? Og ég vil að við byggjum þannig samfélag að við séum að vinnan snýst það að geta átt betra líf, ekki að lífi okkar snúist vinnuna og þetta snúist allt það að finna eitthvað fyrir börnun okkar að gera. Og inn í því kemur líka að við myndum vilja hefja samtal við íþróttafélög, bara er hægt að byrja æfingar fyrr, frístunda bíllinn eða rútan er ákveðið vandamáli Kópavogi líka, þetta er svona heit kartafla sem enginn vill halda á. Hvað er það nákvæmlega? Frístundarútan er eitthvað sem er að fara að sækja börn og koma við frístund, þú veist, úr skólan. Og er það í gangi núna? Já, en þetta er samt svona keyrir ekki á föstudögum, þú veist, þetta var á bænum, svo fór þetta íþróttafélögin og svo náttúrulega rútifélögin fann að rukka svo ógeðslega mikið því þau vilja miklu frekar leigja rúturnar sínar fyrir ferðamanniðnað. Þannig þetta er eitthvað bara sem það þarf að skoða bara, ok, það þarf að kostnaði með þetta, hvað myndi að kosta til dæmis ef bara bærin myndi stíga hans meira inn í þetta, af því að, eins og ég segi, ég til að það sé verðug fjárfesting að auðvelda fjölskyldum að geta átt tíma með fjölskyldunni sinni. Ég tel að líka að sé verðug fjárfesting að efla íþróttastörf, því það er náttúrulega besta forvörnin líka fyrir börn. En þannig að það er margt svona sem að ég held að sveitafélög geti stíðinni til þess að létta róðurinn og ég held að heimgreiðslur sé kannski bara fyrsta skrefið í því. Ok, en þetta mun kosta eitthvað. Ég vissi ekki að ég væri komið með formann sósíalista hennar sem ætla bara að fara að niðurgreiða tilvist allra.
hvernig, þú veist, núna rekstur Kópavogsbæjar frekar góður, samkvæmt hverjum. samkvæmt Ásdísi allavega og þú kannski hefur þú eitthvað út af það að setja, við getum örgulega komið inn á það, en þetta alltaf að fara að kosta eitthvað og Miðflokkurinn hefur verið svona tvístígandi í því hvort hann sé svona frjálshyggjumegin og kannski það hægt að jafnvel að slá því upp sem ákveðnu jákvæður elementi hjá Miðflokknum að þeir bara eru frjálshyggjumegin á sumum stöðum og vilja bæta kjör Íslendinga á öðrum en með svona stórum útgjaldaliðum þá þarf einhvern veginn að fjármagna það. Hvernig sérðu fyrir þér að gera það? Sko, nú kemur bakgrunninn minn þannig að ég hef verið rekstar- og sölustjóri í hugbúnaðarfyrirtækjum og sprotafyrirtækjum, núna ég verða bara áratug. Og ég held að besta reynd til að útskýra þetta kannski, ég gleymi aldrei, ég vann hjá hugbúnaðarfyrirtæki í Kaupmannahöfn sem hét Elumi, svona fræðslulaust og frekar stóra á Íslandi. Og þetta var fyrirtæki sem bara gekk rosalega vel og við fengum fjárfestingu frá risastórum aðila í Bandaríkjunum upp á $55 million. Og það er ég reksturstjóri og ég ábyrgur fyrir því hvaða hugbúnað við erum að fjárfesta í og bara hvað kostnaður per starfsmann og svona. Og ég meina, ég var með fund með forstjórunum eftir að við fengum fjárfestingu upp á $55 million þar sem ég var búin að búið til plan, eða áætlun, það allar konum við ónæmi fyrir orðið plan, en ég var með áætlun hvernig ég vildi fjárfesta hluta þessu í að auka framleiðni, skilur kaupa ákveðin hugbúnað og svona. Og ég kem inn á skrifstofuna af forstjórunum og hann segir mér, Einar, eins og veist, þá erum við komin með $55 million í fjárfestingu og ég bara, já, algjörlega. Hann sagði, já, ég með verkefni fyrir þig. Ég vil að skeri niður útgjöld í hugbúnaði 50%. Og ég bara, við vorum að fá fjárfestingu, ættum við ekki að vera endur fjárfesta því? Þannig að nei, núna bara liggur landið þannig að þessi nýju fjárfestar, þeir leggja mikla áherslu á því að við förum vel með peningana og ég trúi bara að það sé mikil fita búin að safnast undanfarin ár og það er auðvitað að skera af. Og í fyrstu hugsaði með mér, þetta er ómögulegt, 50%, þú veist bara við erum að nota fullt af hugbúnaði og okkur svona. En svo þegar ég fyrir að kafa inn í málin, ég fyrir að skoða, ok, hvað þurfum við, hvað erum við að nota, hvað erum við kannski að nota jafn mikið og þegar við keyptum hugbúnaði fyrir 3 árum. Og mér tókst að minnka kostnaðin 54%. Þú veist, það tók nokkra mánuði svona að fara í gegnum þetta og finna út úr þessu. Og bara eins og með alltaf, þegar kemur á stjórnsýslunni, þá fullt af fitu sem hægt að skera af. Það hægt að endur forgangsraða, þetta á líka við menntakerfið, við erum alltaf að tala um að vera með eitt dýrasta menntakerfi heimi en námsárangur mjög lélegur. Lausnin þar ekki hvernig aukum við fjármagn til menntakerfisins heldur þurfa að skoða í hvað peningurinn að fara og þegar útgjöld Kópavogsbæjar eru komin upp í 80 milljarða þá trúum maður gjörinn að það sé nóg að fitu og við erum með nokkra hluti sem við munum örugglega gefa út þar sem það örugglega hægt að skera niður en fyrst og fremst snýst þetta að líta inn á við vegna þess að þegar kemur að rekstri bæjarins eins og ég var að segja með spjaldtöluvæðinguna áðan kemur að ljósa að það eru bara 3 starfsmenn að vinna við þetta ég held að enginn gerir sig grein fyrir því og það örugglega mjög mikið af svona sem við erum búin að búa til og átt að vera tímabundið eins og þessi 3 starfsmenn átt að vera tímabundið til þess að innleiða spjaldtöluvæðinguna en svo hættir innleiðingin aldrei þannig að já, en til þess að koma skýrt fram við viljum ekki hækka skatta við trúum því að sveitafélagið eigi og þetta er bara eins og stefna Miðflokksins að því að tala um frjálshyggja, frjálslyndi eitthvað svona ég held að þetta sé svolítið klassískt frjálslyndi þú ert ekki alveg komin út í frjálshyggjuna en tilgangur ríkisins og hlutverk ríkisins að sinna grunnþörfum og þjónustu við íbúa. Svo náttúrulega mismunandi skilgreiningar hvað felst inn í því, en þú veist, við trúum í allir hafi rétt til náms og heilbrigðis og allt þetta. Einhvern veginn þarf að borga fyrir það og það er rétt. Það eru skattarnir okkar, en það því þá ekki að hækka skatta, við þurfum bara að fara betur með fjármagnið eins og ég þurfti að gera með þessa fjárfestingu frá Bandaríkjunum. Og hvar, ég gerir þá ráð fyrir því að þú sé búin að vera að skoða þetta ofan í kjölinn var það hvað hægt að skera meira niður? Þú talar um þess að 3 spjaldtölvu starfsmenn. Ég sammálaði því að það megi sparka þeim. En hvað er fleira? Ég er ekki að lýsa því yfir þess að ég fara að reyka þess að 3 starfsmenn bara svo að sé á hreinu. Hvað ætlar að gera við það? Það þarf að endurskota kerfi alveg frá grunni, sko. En eins og með þessu stöðugildi, ég held að sé ekki alveg rétt að maður fyrirfram sé að fara að ákveða, já, þessi fer, en það er augljóst að það þarf að skoða. Ég sé að þú skrifa niður nöfnið þeirra hana. Já, og heimilisföng. En það er alveg augljóst að það er fullt af svona stöðugildum. Og ég meina nýverið þá ætlaði Kópavogs bara að skera niður og sögðu bara nú erum við að taka til í og þau létu eitthvað 3 starfsmenn fara en réðu síðan 3 í staðinn og hérna er það samt líkur hundurinn grafin varðandi þetta. Nú eigum við í Miðflokknum ekki neitt bæjarfulltrúa inn í Kópavogi. Þannig að aðgangur okkar á upplýsingum og til dæmis gögnum bara töluvert, eiginlega bara engin. Ég hef verið að senda gagnabeiðnir og upplýsingabeiðnir á sveitafélagið og þeir eiginlega bara neita að afhenda mig gögn. Segja bara, þetta er ekki til. Ég segi bara, ég lesum þetta í þessari skýrslu
svo bara fæ ég ekki svör í mánuð og þau segja við mig að þau megi bara afhenda mér gögn sem eru fyrirliggjandi og þau þetta ekkert viljandi að gera skýrslur það hvað eru að eyða pening í nákvæmlega. Kópavogsbær segir til dæmis að hann sé með opið bókhald á heimasíðunni sinni og ég ákvað bara að reyna á það og fór að kafa svona ofan í ákveðna útgjaldaliði og þar sá ég undir félagsmál að þar útgjaldalið sem heitir einstaklingur og svo eitthvað númer og mér þótti þetta mjög áhugavert vegna þess að svo með náttúrulega NPA-samninga þannig að þú veist alveg, ok, þetta NPA-samningur þetta þjónusta við fatlað fólk en svo hinir sem heitir bara einstaklingur ég var alltaf fyrir mér, þetta fjárhagsaðstoð eða eitthvað svona þannig ég sendi upplýsingabeðin á bæinn vegna þess að meðal annars var einn einstaklingur hérna sem fekk samkvæmt bókhaldinu 170 milljónir í fjárstuðning á einu ári og ég sendi á bæinn ég sé bara, hvernig þjónust eru að veita þessum einstaklingi og eftir, ég held að verið 6 vikur eða einhvað, þá fæ ég svar af því að það þurfti að fá tölvudeildina til að afdulkóða og þá kemur upp á kafinu þessi útgjaldaliður sem ég nefni þessi einstaklingur fékk ekkert 170 milljónir heldur bara nokkur 20.000 ég bara býti og ég sendi tilbaka hvar eru þá þessar 170 milljónir ég eiginlega vitum það ekki þetta svo dulkóðað og ég bara býti hvað vitleis þetta, annarkvort eru þau með opið bókhald eða ekki og það fullt á svona þessi einstaklingur var bara eitt af dæmunum sem þau gátu ekki fundið og það var fullt á svona þannig að eins og segi, það rosalega erfitt En þessi peningu fer út af reikningum bæjarins Já, þau segja það Það svakalegt ef að þetta rétt Já, þetta bara rétt, ég get bara, ég skrifa einmitt grein Og voru margir svona einstaklingar Já, það var mikið sem gátu ekki rakið hvað nákvæmlega, hvað þessi peningur en þannig bara ekki á þessum útgjaldalið sem í opna bókhaldinu, þau eru búin að tengja við eitthvað bókhald og dulkóða og setja í Power BI og eitthvað svona, en mér finnst það bara ok, annarkvort ertu með þetta opna bókhald sem þau eru alltaf að státa sig af, eða ekki Já, það líka alveg skrítið ef að út af því að væntanlega að ég þekkja aðeins til þessi mála þegar að einhver fjárútlát fara í einhvern ákveðin einstaklinga þá náttúrulega persónuvernd búin að passa upp á það að það einstaklingurinn njóti ákveðnar verndar og sem að ég bara tel alveg vera eðlilegt og það frekar hægt að númera þá, frekar heldur en að vera með nöfn og fleira en aftur á móti að þau geta rakið til einstaklingsins og að milliliðinni séu líka undir einhvers konar persónuvernd þá eru komin í mjög skrítin fasa Já, ég alveg sammála og mér finnst þetta mjög skrítið þannig að þú veist, það alveg rétt og ég held að eitt annað þegar ég fyrir út í pólitík þá fannst mér að vegna þess að mér fannst þetta að vera rosa mikið svona leikrit vegna virtist vera, ef það ert ekki meirihluta þá þarf alltaf að vera umulagt og ég alls ekki þar það bara margt mjög flott sem að meirihlutin hefur verið að gera eins og þau vorum daginn var átak sem heit Bókavogur sem var skemmtilegt nafn, sneðstu það svona efla læsi og vorum með viðburði og menningar þegar viðburðir eru flottir og svona þannig að það má ekki taka í þannig sem að ég sé bara það allt í eldi, allt ónýtt en það sem hefur samt gerst undanfarin ár að það hefur læðist aftan á Kópavogsbúum svona ákveðin það sem við kallum Reykjavíkurvæðing að meirihlutin í Kópavogi stundum ef ég myndi lista upp fyrir þig aðgerðirnar og skipulagið í Kópavogi þá myndir örugglega ekki geta gert greinamun á hvort þetta sé áætlað skipulag í Kópavogi eða Reykjavík það verið að byggja núna blokkir 0,7 bílastæð og íbúð það verið að þrengja, það verið að auka ljósastýringu við Smáralindina og nota borgarlínan að fara að koma, keyra íbúðargötur og það er mjög líklegt að bæri muni þurfa að taka á Borgarholtsbrautinu til dæmis einhverja lóðir eignanámi til þess að bara geta komið borgarlínu hann í gegn vegna þess að þetta er rosalega þröngt og margir Kópavogsborg gerir sér ekki grein fyrir þessu að leið og fyrir að skoða áætlanir borgarlínuna og það sem verið að gera í Kópavogi að þetta ekkert öðruvísi en í Reykjavík það verið að fara að breyta allir Borgarholtsbrautinu að hluta í einstefnu margir íbúar vita ekkert af því sem búa á Borgarholtsbrautinu og verða væntanlega ekki með ánægðar að heyra þetta það verið að fara að fækka bílastæðum í Fannborginni, hann bara í fréttum daginn að framkvæmdirnar þar hafa verið svolítið sjúskaðar og fauk þakplata og íbúðir og okkur svona það verið mjög mikið ósætti meðal íbúa hvernig svo framkvæmt hefur farið fram og þú veist að íbúa lýðræði rosalega lítið og ég held að þetta sé eitthvað sem að við viljum breyta, við viljum svolítið afvinda þessari Reykjavíkurvæðingu vegna þess að Kópavog þarf ekkert að verða meira eins og Reykjavík það er engin að biðja miðjusettar forgangsakrina við Smáralind fyrir borgarlínuna það er engin að biðja það að nýjar íbúðir sem 0,7 bílastæði á íbúð veist, ég held að það sé ekkert ákall frá bæjarbúum ég held að það sé búin að vera að kjósa íhaldið vegna þess að vildu ekki þetta og þar held ég að miðflokkurinn, við erum eini flokkurinn í dag held ég sem að hafnar borgarlínunni og ég held að við erum svolítið með þetta slagur tækifærið núna ég held að þetta síðasta tækifærið sem núna ef að fólk vill hafna borgarlínunni í kraganum því það er ekki of seint að afvinda af þessu þar það eru betri tillögur sem liggja fyrir sem að væri hægt að skoða betur við viljum auðvitað efla almenningssamgöngur
það kemur mér skýrt fram líka í stefnunum okkar sem að munu birtast núna fljótlega hvernig við ætlum að gera það. En hvernig vil ég gera það? Það eru sem sagt núna nokkurir menn sem að standa fyrir samtöku sem þetta samgöngur fyrir alla í SFA. Það til dæmis Þórarinn Hjaltason sem var bæjarverkfræðingur Kópavogs, skipulaði Kópavoginn. Ég heyr alltaf mitt nafn þegar ég er alltaf að heyra Þórarinn Hjaltason. Ég hæ? Já, hann og Ragnar Árnason og Elías B. Elíasson, þú veist, bara hagfræðingar og verkfræðingar sem að hafa raunverulega hjálpað við að byggja upp höfuðborgarsvæðið og við erum mjög ánægð með hvernig það hefur verið byggt upp, myndi ég halda. Þeir fóru í gegnum skýrslu frá Betri samgöngum til þess að skoða, ok, hvað getum við gert betur? Og það sem að þeir í rauninni bara uppgötu var alltaf borgarlínan svolítið byggð á eins og Reykjavík sé einhvers konar stórborg. Þú veist, það og þetta rosalega tæknilegt atriði, en borgarlínan á að vera það sem kallast BRT, Bus Rapid, Rapid Transport, svo finnum við leiðum að fyrir að segja eitthvað svona skamstanir, þá varum við bara að býta, hvað stendur þetta fyrir? Og það eru til mismunandi útgáraði, það BRT Gold, BRT Silver, BRT Bronze og svo til það sem heitir BRT Light og aftur þetta mjög tæknilegt og leðilegt. Það sem við aldrei tala borgarlínuna að því að þetta basically bara blár strætó en það mikill blæbrigðis munur á til dæmis því sem að borgarlínan vill sem miðjusettar forgangsakreinar, þeir vilja þrengjað umferð og það kemur fram í öllum skýrslum að þeir vilja að skipulag snúist það að fólk sé ekki á bílum. Þeir vilja þrengja þau út úr fjölskyldubílum. Það sem við viljum leggja til að greiða fyrir almenna umferð með því að forgangsaða vegaframkvæmdum sem henta öllum, líka almenningssamgöngum, en síðan myndum við líka vilja auka tíðni, við viljum fá sérakreinar út í enda, ekki miðjusettar, en það meikar ekkert sens að hafa miðjusettar, það bara að fara að stoppa umferðina, þú veist, stækka vegi þar sem það hægt, bæta þá við auka akrein sem væri sérakrein fyrir strætó. Og þá segir fólk, en það ekki borgarlínan? Ég hvet fólk til að googla Suðurlandsbraut borgarlína og segja mér síðan þetta sé það saman. Þessi þáttur í boði Þorgrímsson og Co. fyrirtæki sem að flestir í byggingabransanum þekkja vel og það ekki af ástæðu lausu. Ef þú ert í einhvers konar verkefni, hvort sem að það smá heimaverkefni eða stærri framkvæmdir, þá þetta einfaldlega staðurinn. Þeir eru með allt frá veggefnum og loftefnum yfir í gólf, klæðningar og alls konar sérhæfða lausnir sem að gera lífið þitt einfaldara. Ég hef sjálfur verslað við fyrirtæki gegnum tíðina einmitt til þess að finna lausn við hljóðeinangrun sem líka ástæðan fyrir því að hljóðvistin hjá mér eins góð og raun ber vitni. En það sem að kannski skiptir mestu máli að þegar þú rennur við í Ármúla 29 þá færð þú alvöru ráðgjöf, ekki bara einhverja vöru, heldur hjálp við að velja það sem rétt fyrir þig hverju sinni. Eins og segi, staðsettir í Ármúla 29 í Reykjavík en senda allt land. Mjög þægilegt, kíktu á thco.is eða thorco.is og skoðaðu úrvalið. Hlaðvarpið í samstarfi við Happy Hydrate en eins og ég hef nefnt áður þá nota ég bæði steinefni og kreatín daglega og þau gera lífið betra. Og nú komin nýjung þar sem að þú getur notað afsláttarkóðan 1 pæling til þess að fá 25% afslátt þú skráir þig í áskrift og frían brúsa með. Svo 15% afsláttur hvern mánuð eftir það. Þetta sjálfsögðu steinliggur ef þú ert að nota þetta á annað borð en einnig tilvalið tækifærið fyrir þá sem að vilja prófa og ég lofa ykkur að þið munið ekki sjá eftir því. Steinefni gera daginn einfaldlega betri og með því að nýta þennan afsláttarkóða ertu að sjálfsögðu að styðja við það að ég búi til þetta efni. happyhydrate.is skráið ykkur í áskrift. Já. Nei, það hefur einmitt verið alltaf sérkennilegt að fylgjast með þessu og líka þetta social engineering svo ég fá að sletta sem að mér hugnast einfaldlega ekki. Það mjög fyndið þegar maður tala við Íslendinga Texas búa. Ég hef ekki farið til Texas en ég hef aftur á móti verið með mikið af fólki frá Texas þegar ég bjó í Boston. Og ég tengi svona eiginlega ekki við neitt mikið varðar ákveðna svona lifnaðarhætti. Og það sem sérstætt í því að og ástæðan fyrir því ég segja það líka út af því að við erum miklu meira svona við viljum okkar einkabíl. Við viljum haga okkar málum þannig að við séum svolítið sér þrátt fyrir það að vera mjög félagslynd og það svolítið eins og þessi svona típiski Texasbúi og svo getum við talað það hversu róttækir þeir eru í kirkjusóknum og öðru sem við kannski tengjum ekki alveg mikið við þó svo sumir gera það en svo kemur fólk sem kannski búið að búa oft á tíðum búið að búa svona 2-3 ár í Danmörku og segir já ég held að við ættum að vera með þetta hérna. En ég held að meðal Íslendingurinn tengi ekki við þetta. Hann tengi miklu meira
við það að vilja sinn engabíl, vilja haga sínum málum þannig að það sé smá olnbogarými bara fyrir þinn lifnaðarhátt. En það einhvern veginn, svo maður að sjá eins og í Reykjavík, þá erum við með þessa dónötta sem búið að setja í öll stæðin, bara engin bara félagsleg virkni í því whatsoever. Það ekkert hagnýtt við þessa dónötta á Ingólfstorgi og annars staðar. Og maður bara, hvað það að gera? En þetta snýst bara það, að það verði ekki hægt að koma bíl fyrir. Akkurat, og meiri sem bara skipulagsmál í Kópavogi, ef þú skoðar nú að fara að byggja miðbæ á bílaplani Smáralindarinnar og það umræðu fyrir sig kannski, en þar til dæmis 8.12.000 fermetrar af byggingamagni og íbúar Silfur og Sunnusmára, þeir keiftu íbúðina sínar vissu af því. Þarna ætti að koma smá miðbækjarni, bara skemmtilegt og spennandi, það kemur bílakjallari líka og áttu að vera 18 íbúður. Núna af einhver ástæðu, rétt fyrir kosningar, þá ákveðið og áttu bara læðis í gegn síðasta sumar, að þá allt í einu núna átt að fara því að vera 12.000 fermetrar byggingamagn í 22.000. Í staðinn fyrir 18 íbúður verða 80 íbúður og náttúrulega íbúðin Silfur og Sunnusmára og ef þú reynt að sækja þjónustu í Hlíðasmára, það eru þegar engin bílastæði, það allt ógeðslega þröngt og það þetta að leggja í Smáralindinni. Og í skýrslunni sem að fara yfir bílastæðimálin, að þá bendar á við þurfum ekkert of mikið bílastæði með bílakjallarann vegna þess að samkvæmt samgöngusáttmála höfuðborgarsvæðisins og breyttu samgöngumynstri þá munu ekkert allir vera á bíl í framtíðinni og það til að koma leikskóla neðstu hæð og samkvæmt greiningu þessara verkfræðistofu verða einungis 45% starfsmanna leikskólans á bíl því hinum munu bara taka borgarlínuna og maður bara svona aftur, er þetta í Kópavogi? Hvað er Samfylkingin í Reykjavík að fjárstýra skipulagsmálum í Kópavogi? Þetta svo stórfurðulegt og þess vegna einmitt bara eins og með samgöngusáttmálann. Í honum endurskoðunar ákvæði sem hægt að virkja vegna þess að það að koma meira og meira í ljós að þessi sáttmáli bara ekkert fjármagnaður. Núna erum við búin að vera að heyra það að fara að auka vegatolla í kringum höfuðborgarsvæðið á höfuðborgarsvæðinu, að búin að koma fréttur það, af hverju, til þess að fjármagna borgarlínuna. Og maður aftur bara býtu, fyrst alveg vilja ekki borgarlínuna, ég þarf að borga fyrir hana með sköttunum mínum, og núna þarf ég að fara að borga fyrir hana bara fyrir að keyra. Þetta svo ótrúlega skrítið og ég bjó í Danmörku í 5 ár. Ég átti aldrei bíl þar, vegna þess að ég þurfti þess ekki. Bara, það þarf ekki nema bara að skoða veðrið undanfarna daga til þess að skilja af hverju. Það var aldrei veður í Kaupmannahöfn það 5 árum sem ég bjóð þar eins og hefur verið undanfartan daga og þá örfá daga sem kom bara hellidemba eitthvað svona klikka veður ég vann bara heima, ég var ekki að fara að hjóla í og í Kaupmannahöfn var þannig að þú þurfti að hjóla mér í 5 mínútur finnst fólki að mikið ég bjóð aðeins út fyrir það var korter að hjóla ég er ekki að fara að hjóla í korter í hellidembu og ég heldur ekki að fara að hringja á leigubíl heldur en ég að taka deilibíl eins og Píratar vilja meina að sé frábær hugmynd þannig að ég hef miklar ágjörð að Reykjavíkurvæðingu Kópavogi og margir íbúar líka og sérstaklega bara þeir sem að búa í kringum þessi svæði þeir sem að búa í Silfur og Sunnusmára hafa miklar ágjörð þeir sem búa í Hamraborg og Fannborg finna fyrir þessu þeir sem búa við Fífuna hjá Fífuhvammsvegi þeir hafa ágjörð af Arnarlandinu sem græni blettinu sem á að vera einhvers konar borgarlínu hverfi Garðabæjar það nú þegar ógeðslega mikil umferð þarna og þarna að fara að auka ljósastýringu og aftur þetta eins og þetta komið frá skipulagsáður Reykjavíkur og miðflokkurinn eini flokkurinn sem hefur sagt nei takk og ég held að fólk verða að gera sér grein fyrir því að núverandi meirihluti hann ekki að fara að finna það upp hjá sjálfum sér að allt í einu vera á móti þessu af því að hverjir stýra borgarlínunni sjálfstæðismenn betri samgöngur þeir réðu grjótharða sjálfstæðismenn þeir ætlu að passa borgarlínu og fara ekki í einhverju vitleysu svo þetta bara allt í einu komin í þægilegt embættistarf og þetta eins og yfir þessi bíómyndina Dark Knight það mjög fræ lína þar you either die a hero or live long enough to see yourself become the villain og ég held að sé svolítið þannig með opinber störf þú byrjar fyrst og ert grjótharður svo bara ertu komin í bara þægilegan stól og bara stytting vinnuvikunar og það bjór á föstudögum og 2 milljónir á mánuði og það bara svolítið næs það er ekki að fara að skera niður í þessu Davíð Þorláksson á skrýmslið Nei, myndir ekki kalla hann skrýmsli en það er alveg augljóst, ég meina hann núna mættur í einhvers konar för og hann fullt af hlaðvörpum allt í einu núna og viðtölum að tala hvað borgarlínan frábær. Já, ég þarf að fá hann til að ræða þetta. Og það það sem svo fyndið, hann og Bergþór Ólason mættust í bítinu fyrir ekki svo lengu. Það sem að Bergþór var að benda á að betri samgöngur segja núna, þetta verða 130 milljarðar þetta verkefni. En Bergþór benda á bara nú bara Fossvogsbrúin áttu að vera 2 núna stefnir hún í 15 milljarða, 1 brú og borgarlínan mun vera bara nákvæmlega eins og þá segir Davíð, nei, það eru breyttir vinnuhættir á betri samgöngum, við erum komið svo nákvæm reiknilíkun á hvernig samgöngur og framkvæmdir verða
sem við vitum bara bull, en það komið ljós síðan þarna átti Fossvogsbrúin að vera 10 milljarðar, þannig að hún búin að hækka 50% síðan sko. Þannig að og svona þetta, ef þú ert í kerfinu þá ertu oftast að vernda kerfið og þess vegna held ég að sé svo mikilvægt eins og fyrir mig, ég hef aldrei verið í þessu kerfi, ég kem bara úr sprotafyrirtækjum og fyrirtækjarekstur og svona og þess vegna vildi ég fór út í pólitíkina því að ég horfði bara á, ég hugsaði með mér, það alltaf mikið af fólki að stýra á Íslandi sem að hefur bara verið í kerfinu alltaf lengi og auðvitað hefur það sitt vægi og það gott að fólk þekki hvernig stjórnsýslan virkar og svona, þannig að þetta svo sem ekki eitthvað persónulegt skot á þetta fólk, en kannski það ætti að vera meira en kannski 2 skilur af 100 sem að koma úr engareknum fyrirtækjum og úr engageranum. En hvað þú ert 91 eða ekki? 94, já, sko, það veldi ég fyrir mér. Ok, þú ert að fara á móti Ásdísi Kristjánsdóttur, hún mjög vel liðin. Þetta verður brekka fyrir þig. Sko, af hverju sko ætti samt fólk núna sem kannski hægra megin í lífinu, telur líf sitt svona geta orðið örlítið betra, já, það með einhverjar athugasemdir borgarlínu en Ásdís Kristjánsdóttir segi búin að viðra ákveðnar efasemdir þetta líka. Af hverju ætti einhver sko að kjósa einhver krakka skít sem rétt skriðin yfir 30 með einhverja smá reynslu af einhverjum sprotafyrirtækjum, smá hagræðingu einhverju ákveðnu fyrirtæki, en þegar öll að botni hvolft og þá varst þú að fara á móti manneskju sem með áratuga reynslu af atvinnulífinu, með mjög góða reynslu af því að vera hagræða í rekstrinum og svo kemur einhver sem hefur enga þekkingu á neinum málum og hann hefur ekki einu sinni aðgang að þeim gögnum sem hann segir samt að fara að gagnrýna. Af hverju ætti fólk að fara að kjósa þig fyrir utan einhverja örfáa incel-ketti sem að búa heima með mamma og pappa? Já, og á TikTok. Þetta mjög löng spurning. Náttúrulega í fyrsta lagi finnst mér fyndi að það allt í norðu þannig að vera 32 þá ertu einhver krakki sko, ég veit ekki alveg mér finnst ég að vera krakki sko, ég 91. Þetta svona, manni líður alltaf eins og maður sé alltaf gett ungu sko, allir hinir eru svo gamli sko, þetta svo þegar amma mín fór á elliheimili og hún sagði að það væri alltaf mikið að gömlu fólki þar, ég bara amma mín sjálf þetta hún áttræð sko. Ég held þetta snúist svolítið það að pólitík í dag, þetta orðin svolítið fyrirsagnar pólitík, hverjir skrifa fyrirsagnar, þeir sem að fréttirnar fjallum. Og þess vegna var ég myndi að gagnrýna á hann þegar þú sagðir það er svo ábyrgur rekstur. Reykjavíkurborg gefur út nákvæmlega eins yfirlýsingar sinn rekstur. Þeir eru bara líka í svona bókhaldsbrellum. Ég meina í Kópavogi það verið að gera nákvæmlega sama eins og með lóðir. Það einu svona ári eða sem verið að selja lóðir á uppsprengdu verði vegna þess að þessu skammtað og svo bara verið að fagna því sjáu þið vá við fengum 800 milljónir meira í tekjur en við byggumst við. Og ég sem hefur býtu, það ábyrgur rekstur að óvart fá 800 milljónir meira? Nei, það vegna þess að þau gerir ekki ráð fyrir lóðasölunum í ársreikningunum eða í fjármálaáætlunum en þau vita samt að þau eru að fara að selja þér þannig að þau eiginlega gera ráð fyrir þeim bara ekki á blaði og málega það má ekki aftur eins og ég sagði áðan, það má ekki miskila þannig að ég sé bara hvað Ásdís ömurlegur bæjarstjóri, Ásdís bara mjög flottur bæjarstjóri, þetta ekkert eitthvað persónulegt gegn henni, við erum samt með mismunandi áherslur. Ásdís með áherslu á borgarlínuna og hún hefur verið að segja það sjálf opinberlega og ef að fólk trúi mér ekki, sjálfstæðismenn eru núna í átaki í Kraganum að segja borgarlínan verður allt öðruvísi í Kraganum, það bara kjaftaði. Það þarf bara að skoða áætlanir til að sjá það ekkert öðruvísi. Núna eru sjálfstæðismenn hægri vinstri að yfirgefa sjálfstæðisflokkin vegna þess að sjálfstæðisflokkin í Reykjavík búin að henda öllum að lista sem á móti borgarlínunni. Það núna gamli sjálfstæðismenn að skrifa greinar í Morgunblaðið að segja að þeir get ekki meir af þessari vitleysu í sjálfstæðisflokknum í Reykjavík og af hverju ætti sjálfstæðisflokkin í Reykjavík að vera svona mikið öðruvísi heldur en allir hinir. Þannig að ég held að ástæðan fyrir fólk ætti til dæmis að kjósa okkur í Miðflokknum vegna þess að við gerum það sem við segist alltaf að gera. Og við erum aðhaldið sem hinir flokkarnir hafa bara ekkert verið. Ef að fólk, við erum tilbúin að fara í samstarf með, við göngum óbundið til kosningar nema bara við okkar prinsip og við erum tilbúin að vera þessi leiðbeinandi aðili sem kannski vantar í núverandi meirihluta þar sem við getum sagt, heyrðu, 0,7 bílastæði á íbúð, það ekki svolítið við erum farin að vega frelsi fólks, valfrelsi fólks og ég held að vegna þess að ég kem úr þessum geira, úr þessum engageira og mér finnst að segja bara einhver nokkur fyrirtæki, þetta fyrirtæki sem ég myndist á nú selt fyrir $250 million sem er nú bara ágætis árangur fyrir sprotafyrirtæki og þar var ég lykil maður í að byggja það fyrirtæki upp. Ég myndi segja að ástæðan fyrir fólk ætti að kjósa mig vegna þess að ég kem ekki úr opinbera geiranum, ég kem ekki úr eitthvað svona pólitík og leikriti. Ég myndi miklu frekar klúðra pólitíska ferli mínu fyrir að standa með sjálfum mér og mínum prinsipum heldur en að ná árangri verandi eitthvað allt annar en ég og fólk getur alltaf treyst í að ég segi það sem ég finnst og ég held að það geti þá þess vegna verið kannski smá
erfitt að vinna með mér vegna þess að ég stend bara á mínu, auðvitað þarf maður að vinna saman, maður þarf að gera málamiðlanir og ég skil það vel og ég mun gera, þú veist, það er bara hluta pólitík, þú þarft að gera málamiðlanir það sem ég mun ekki gera málamiðlanir eru samt þessi prinsip, að ég trúi á valfrelsi fólks í samgöngumálum, ég trúi því að fólki geta valið, vil ég taka strætó, vil ég keyra, vil ég hjóla og þess vegna þurfum við að efla alla valmöguleikana og þar kemur þetta líka inn, hafandi verið líka rekstur og sölustjóri, ef ég vil að fólk noti vöruna meira, þá þarf ég að bæta vöruna og strætó hefur bara ekkert verið bættur í mörg ár. Appið handónýtt, leiðakerfi meikar ekki sens, það er ekki nóg mikil tíðni á ferðunum, veist, allt þetta, það er svo mikið svona basic hlutum sem hægt að gera sem væru miklu ódýrari og ég held að það sé munurinn á miðflokknum í Kópavogi er að, þú veist, auðvitað ertu með mig eins og í öðru sæti ertu með leikskólastjóra og kennara til 35 ára, þú ert með atvinnurekanda í þriðja sæti sem er að byggja upp hverfi, Beitir Ólafsson og hefur líka verið í fótboltanum og þekkir mjög vel til í íþróttamálunum, þú ert með Telmu í 4. sæti, fjölskyldan hennar rekur flísaverslunina Vítt, skilur, þannig að við erum með mjög mikið af fólki sem hefur rótgrónu Kópavogsbúar sem hafa verið líka í því að byggja upp samfélagið og fólk sem svona þorir að taka erfiðar ákvarðanir og ég held að það sé ástæðan fyrir að fólk ætti að kjósa miðflokkin í Kópavogi ef þau trúa á borgaralegt afl með skynsamum stefnum vegna þess að við höfum ekkert verið að fela það að við erum á móti þessari þéttingu, við erum á móti því að það sé ekkert íbúa lýðræði virðist vera lengur í Kópavogi, við erum á móti því að koma með borgarlínuna, þannig ég held að það sé helsti munurinn að jújú, ef þú vilt kjósa áfram hlutin eins og þeir eru og eftir 5-10 ár horfa fram á Kópavog díla við sömu vandamál og Reykjavík eru díla við í dag, gjörðu svo vel, skilurðu, en ef þú vilt ekki sjá það, þá er miðflokkurinn bókstaflega eini kosturinn sem er að fara að hafna þessu breytingu. Hlaðvarpið eins og þið vitið í samstarfi við Harðfisksverslun Hrafnadals. Nú ég búinn að selja töluvert af þessum gæða harðfisk og hafa viðtökunar verið hreint út sagt ótrúlegar. Þetta valsað upp á gamla mátan, sjósaltað og kemur til þín ferskt. Nú býð ég bæði upp á ísu og steinbít sem kemur á roðinu, alveg eins og þú vilt hafa hann, þurrkaðan að sjálfsögðu í vestfirsku fjallalofti og eins og ég segi, viðbröðin hafa verið vonum framar þannig að ég þarf ekki einu sinni að vera í neinni væntingastjórnun, sendu e-mail á hrafnadalur@proton.me en hlekkin og verðupplýsingar má einnig finna í lýsingu á þessum þætti. Tölum það eins svona hugmyndafræðilega, anga miðflokksins. Það verður alveg áhugavert að fylgjast með náttúrulega sérstaklega eftir að Snorri Másson kom inn að þá hefur ásýndan svona örlítið breyst. Það meira af ungu fólki, við erum með Anton Svein, með Hlédísi þig og fleiri sem hafa svona komið inn með ákveðnum trukki varðar það hvernig málunum háttað innan flokksins. Svona þessi hugmyndum svona gamla kalla klíku svolítið farin. En núna líka samt svona hægrið eins og í Bandaríkjunum og alltaf áhugavert þegar að Trump var að tala Grænland þá stegur Sigmundur Davíð fram og byrjaði að tala það sem við ættum að halda á haus og fleira en núna Donald Trump svolítið að missa hausinn í Íran, sagðist alltaf þurrka út heila whole civilization eins og hann nefndi í einhverju tweeti í gær. Hvernig horfir þetta við þér sem svona miðflokksmanni? Þið hafið, ef maður ættir svona að staðsetja einn flokk sem hefur verið svona meira Trump megin, þá hefur það verið miðflokkurinn. Hvernig horfir þetta við þér svona í dag? Já, ég held að sé rangt að segja við sem búin að vera Trump megin. Við erum búin að vera raunveruleika megin. Og mér hefur fundið svolítið almennt. Já, ég ekki að menna það, ég ekki að segja að það séu Trump megin, ég að segja ef maður ættir að staðsetja einn flokk á Íslandi sem gæti verið Trump megin, að þá hefði væntanlega allir sagt miðflokkurinn. Já, en þar aftur kemur það samt þetta er bara heimildin að búa til sína söguþræði og glíma við síðan veruleika sem þið bjuggu til að kalla okkur Trump-flokk rosalega fyndið að maður svona Trump í fyrsta lagi fórseti Bandaríkjanna skilur og við þurfum bara að horfa það Íslandi með mjög mikilvæg viðskiptasambönd og varnarsamning og svona við Bandaríkin og við þurfum bara að glíma við hvern leiðtoga á sínum tíma og mér finnst oft svolítið svona fólk fara í eitthvað svona skotgrafar í Íslandi núna eins og með Bandaríkjunum því að Trump að stýra þetta sama fólk við sem gangi Evrópusambandið gerir sér ekki grein fyrir því að Ursula von der Leyen ekkert lýðræðislega kosin og núna eru flokkar eins og AfD, Marine Le Pen og hennar flokkar og eru á leiðin upp í Evrópu við farum í Evrópusambandið og þessi flokkar taka við heldur þetta fólk að þau sé ekki að fara að kjósa að Ursula von der Leyen sjá frá að fara að stýra þessu, nei, það kom bara breytti tímar, breyttar áherslur og AfD og Marine Le Pen ekkert að fara að velja Ursula von der Leyen og Íslendingar hafa ekkert það að segja stefna miðflokksins hefur alltaf verið Ísland fyrst og svo allt hitt. Ég meina Snorri var nú í gær bara að gagnrýna þessa færslu hjá Trump og margir brjáluðust við því
að við ættum alltaf að styðja Trump, en við erum bara fyrst og fremst Ísland, við stöndum í íslenskum gildum og íslenskri menningu og það eru hagsmunirnir sem við þurfum að verja og hluti af þeirri hagsmunargæslu eru þetta, við þurfum að viðhalda góðum viðskiptasamböndum við Bandaríkin, varnarmálum við Bandaríkin, við Evrópu líka, góð viðskiptasambönd þar, fyrst og fremst þetta bara hvað best fyrir Ísland og þannig eigum við hafa okkur, við eigum ekki að vera að taka okkur einhvers konar, ég veit ekki, halda ykkur hlýðhollustu bara við einhverja þjóðar leiðtoga sem eru tímabundnir, en Ísland er eilíft í þessu samhengi þannig að ég held að sem hættulegt ef við förum að festa okkur við erlenda leiðtoga annars staðar, auðvitað getum að vera hrifin af þeim, hrifin af einhver sem þeir gera, skilur, fólk má ákveða það, en ég held að það sé svolítið miskilningur í umræðinu, það er alltaf að vera eitthvað, já þeir eru Trumpistar, bara nei, við erum bara í raunveruleikanum, hann er forsetinn og það eru margir sem hata hann og bara skiptir ekki máli hvað hann gerir, að því er snúið upp í eitthvað svona rugl, mjög oft og ég man þegar ég bjó í Ástralíu þegar hann var fyrst forseti og ég man að fréttar á Íslandi voru bara, við erum öll að fara að deyja á morgun, bara Trump menn hefja 3. heimsstyrjöldina og verandi í Ástralíu, það sem var fyllt af bandaríkjamönnum, demokratar, republikanar, demokratarnir sem kusu Hillary, þeir sögðu bara sleðilegt, skilur við, vonandi bara stendur hann sig vel þetta var ekkert eitthvað svona heimsenda spá eins og er eiginlega orðin núna og einstaklingandi sem tala mest skautun eru raunverulega þeir sem að skapa mest af skautun, af því við þurfum að svolítið andi í kviðin hérna, horfa á raunveruleikan saman með Grænland, það var þetta svolítið bara hörðu, slökum á, fólk var bara að láta eins og Trump ætla bara væri að fara að taka Grænland með valdi á morgun og eins og Sigmundur skrifaði í langri grein í Morgunblaðinu að það svolítið útlistaðan bara að fréttamiðlar á Íslandi væri svolítið að segja öðruvísi frá þessu heldur en staðreyndir málsins voru. Já, ég hef svolítið yfirfært þetta yfir á það, ef maður þarf að bregðast við krítiskum aðstæðum að þá er það alltaf sá sem að fer í eitthvað ofsa brjálæðiskast og kvíðakast sem að maður hlustar almennt sé ekki á, en þegar við aftur á móti tölum svona hagsmunagæslu Íslendinga að þá er það oftast svo, sérstaklega maður getur talað bara stríð á Gaza, það hvernig við höfum að hafa okkur í þeim málum, að þá vorum við alltaf að hlusta mest á þá sem voru bara í einhverju svona brjálæðiskasti hverju sinni, sem að við alltaf já, og þessi er að segja þetta og svo farið að fara fréttir af þessu Þorgerður Katrín eða einhver annar hvernig ætlar að bregðast við því að þessi manneskja er í einhverju brjálæðiskasti út af að glemma að taka lifin sín á Facebook og ég var alltaf, þetta er skrítin veruleiki. Með þetta sem ég er að segja áðan með þessi fyrirsagnarkennda pólitík að mér finnst bara almennt umræðan á Íslandi aftur, við þurfum, þetta er þetta hamstrahjól, þetta er þessi hraði, það þarf alltaf að vera gerast, fyrst með fréttirnar, núna er allt brjálað og þarna virðist alltaf allt vera brjálað og ég held að Íslendingar ástæðan fyrir förum svona oft í Tenerife er bara því fólk það bara frí frá þessu veðrið er bara aukaatriði og ég held að þessu fyndi þegar maður fer svona aftengi sig aðeins, fer úr landi að þá finnir fólk aftur að smá svona já ok, það er ekki alltaf farast þetta er ekki svona bilað. Ég held að við þurfum að verða aðeins betri bara í því að við þurfum ekki að bregðast strax við getum sagt fréttir án þess að þurfa að greina þér og þetta er að sama bara eins og við gáum út derhúðnar Ísland fyrst svo allt hitt á landsþingi Miðflokksins, unglegarhreyfingin og allt í einu voru konar fréttur það hvernig Miðflokkurinn er að taka stefnu Bandaríkjaforseta og þeir eru bara einangurinn að stefna og en það var enginn sem hafði samband við okkur í ungum Miðflokksmönnum sem gáum út derhúðnar þar sem að þetta var svolítið bara áminninga til Íslendinga að við þurfum að forgangsraða Íslandi fyrst, ég meina við erum að senda börn til Suður Afríku í meðferð af því við getum ekki verið á Íslandi, það er ekki til úrræði en á sama tíma sendum við fullt af pening til Bandaríkjana í einhver samtök og við erum rampi Úkraínu og við erum alltaf að sjá meiri fréttir af því hvernig við erum að senda pening úr landi en á sama tíma eru innviðirnir okkar bara að hruni komnir og það er með til að segja bara, það þarf að vera Ísland fyrst og svo allt hitt og þetta er náttúrulega smá skot á flokk fólksins á sama tíma sem sagði náttúrulega fólkið fyrst, svo allt hitt sem leiður komast í ráðherrastóluna sem eru mjög góðir, þá er þetta bara flokkur fólksins fyrst og svo allt hitt. Já, það er endar svolítið rétt eins og með þetta almannatryggingafrumvarp sem að ég reyndar held að sé það slæmt að það sé gott ég held að sé út af því að það mun svo augljóslega hafa slæm áhrif ótrúlega hratt að það mun vera mjög auðvelt að vinda ofan að þessu, að væri verra ef þetta væri ef þetta almannatryggingafrumvarp væri innleitt yfir kannski 1 áratug að það væri miklu erfiðar að sjá hversu slæmar afleiðingar þetta myndi hafa, en út af því að þetta kemur allt í einu þá er þetta svo ömurleg hugmynd að ég held að næsti stjórnmálamaður sem kemur inn í næsta embætti við bara þetta er svona stytting vinnuvikunar við bara skitum og það sjá það allir
bara jafnlein og vottun og allt þetta skilur bara, þetta svona mikið svona bara, þetta bara eins og við tala þessa spjaldtöluvæðingu, það virðist vera og ég myndi segja þetta í þessari grein hérna sem að koma út eftir mig, að það virðist ekki vera að fókusinu orðan svo mikið á bara hvað lítur vel út á blaði, hvað svona góð hugmynd og í þessari skýrslu spjaldtöluvæðingu Kópavogi var einmitt alltaf að tala hvað börnin væru ánað, þau eru svo ánað að fá að vera í spjaldtölu í skólanum, ég bara hverjum það ekki námsárangur sem skiptir máli og einmitt í skýrstunni markmiðið átt að vera bæta námsárangur og svo í skýrstunni kemur fram hérna eftir þetta verkefni þá er þetta svona stjórnendurnir og þeir sem var innlega þetta og þeir voru svona velt upp hvað námsárangur, ekki námsárangur bara gleði barna, hún var bara svona nei bara, það að standa sem betur í prófum og það bara já en sko spjaldtöluvæðingin þetta er svona nýjar leiðir til að læra og það þurfi líka að bæta námsmatið. Að kenna börnum á framtíðina, það var eiginlega uppáhalds orðatiltæki mitt þegar fólk var að segja það hérna, já við erum sko þau þurfa náttúrulega að læra á þetta ég heyrði, halló, ég fekk ekki hérna þetta á sama tíma og þau og ég kann alveg á Google Maps sko já. Og Neil Ferguson hefur náttúrulega líka talað þetta og hann hefur nefnt mjög hlindur því svona að nýta gervigreindina til þess að takast á við aðstæður, hann segir sem þetta aftur á móti, ég meina ef þú kannt ekki á hitt fyrst að þá ekki séns að þessi ekkert að kenna þér á spjaldtölunar og ef þú ert ekki með grunninn þá ekki séns að byggja á hana og ég meina ég búin að vera með forstjóra CCP hérna og Gumma Hafsteins og fleiri sem eru bara mjög djúpt inn í þessu og þeir einmitt bara ég vil ekki fullir það með það að þeir segja nákvæmlega sem ég að segja en það er svona svo augljóst að grunnurinn þarf að vera fyrir hendi til þess eins og reyndar Gummi Hafstein sagði að fólk sem er með einhverja þekkingu á forritun getur hlaupið svo ótrúlega langt en sá grunnur var náttúrulega byggður á einhverju sko en ekki það bara að fólk fekk bara spjaldtölu í hendunar og bara hérna, já, farða á Netflix sko. Ef þú ert með stjörnu í rúðinni eða þarft að fara í gegnum einhvers konar bílrúðu athugun þá ferðu að sjálfsögðu á Poulsen.is. Ég prófaði þetta sjálfur, var með stjörnu í rúðinni og fekk bílinn eftir örskamma stund og málið dautt. Ofan á það að veita úrvalsþjónustu í þeim efnum getur þú einnig fundið hið ýmsa á vefverslun þar sem bæði eru seldir varahlutir, ljósabúnaður, ferðavörur fyrir bílinn, reiðhjólavörur, smurefni og margt fleira. Þannig að ef þú ert að drolla við viðhaldið eða bílrúðuskiptin þá mæli ég bara með því að þú hættir því, farir hann á Poulsen.is og letir klára málið í dag. Já, nei, hugsa bara út í þessu, ég man þegar ég var yngri, þá voru alltaf svona framtíðar bíómyndir, að þá var alltaf öll tæknin í svona úrum, að þá alltaf James Bond og svona með eitthvað svaka flott úr sko sem átt að gera allt, öll framtíðin átt að vera í úrum og það kom svona tölvuskjáur upp og eitthvað. Ég held að spjaldtölur þegar þetta var innleitt, þarna 2015-16, þá held allir að spjaldtölur yfir framtíðin. En fartölur hafa ekki farið neitt sko. Það væri miklu næra ef við ætlum að kenna börnunum okkar á tækni að kenna þeim kannski á tölvur sko. Af því að þegar þú fer í framhaldsskóla og háskóla og svona, þú myndir að skrifa ritgerðir og þannig, gerir það ekkert á spjaldtölvu. Þannig að það er náttúrulega, eins og ég segi, eftir ég náttúrulega las 156 blaðir sinna skýrslu, þess vegna er með þetta svona á heilanum sko. Maður tók við svo miklum upplýsingum og var bara svona hvað er að gerast, en þetta er bara svona besta birtingamyndin af því að við erum smá á Íslandi komin í svona kerfi sem á góðri íslensku ég vil kalla embættismenn gone wild, að við erum alltaf að ráða eitthvað fólk sem er að gera eitthvað og svo bara eru alltaf þessir einstaklingar sem við réðum, ekki lýðræðislega kjörnir, þeir eru farin að taka ákvarðanir og þeir eru farin að koma hlutum inn í nefndir, inn í ráðin og svona sem er síðan bara samþykkt og þetta er aftur eitthvað, þetta er ástæðan fyrir við þurfum að minnka báknum, við þurfum að minnka kerfið og mér finnst bara líka almennt eru bæjarfulltrúar alltaf margir í öllum þessum sveitarfélögum og borgarfulltrúar en hérna það eru fleiri í Reykjavík heldur en í Washington DC sko. Já, akkurat, og í fullu starfi náttúrulega og hérna, og ég meina meira sem bara maður hugsa út í það, ég meina það er rosa skrítið Kópavogur er með 11 bæjarfulltrúa þar búa 40.000 manns svo í Vestmannum, þar sem er eitthvað 4-5.000 þar eru 9 bæjarfulltrúar og það er bara býtur það er tífalt fleiri í Kópavogi sko, og samt eru bara 2 færir í Vestmannum, þetta er rosalega skrítið og ég held að það að stýra sveitafélaginu það eigi ekki að vera svona margir kokkar í eldhúsinu, ég held að það oft sé svolítið bara að brengla, ég held að margir flokkar eins og varum lendið núna líka sé svolítið að brengla það ertu komið með svona framboð og flokka sem eru með eitthvað svona ógeðslega specific pælingu, svo ertu kannski kosin út af það og þá kemur ljós öll hín stefnumálin og þá er fólk kannski ekki lengur sammála í því sem þú ert að berast fyrir ef þú ert með eitthvað svona eitt málefni, ekki heila hugmyndafræði og ég held að það sé borgarlínan, það er til dæmis ykkar eina það er ekkert okkar eina, ég er búin að vera að tala um menntakerfið og eins og bara, já ég veit það en þetta er svona tvindað, því fólk er bara, okkur talar ekki um eitthvað annað en borgarlínuna, ég er búin að skrifa fullt annað en borgarlínan er bara svo stórt málefni ég meina þetta eru 130 milljarðar sem við ætlum bara að henda í sjóin til þess að uppfylla eitthvað svona hugmyndafræði og þetta er, sorry, leið mér að endur segja þetta
að minnstakosti 130 milljarðar, þetta verður örugglega miklu meira af því svo þarf að reka þetta á öll sú vitleysa en bara eins og með menntakerfið, það er nákvæmlega sama þessi spjaldtöluvæðing gerir eitthvað svona verkefni og svo bara núna er orðið of seint að afvinda af því síðan, þú veist, ég er orðin það ruglar maður alltaf að lesa það fundagerðir núna er Kópavogsbær að fara að fjárfesta 3,5 milljón í einhverja stýrinemnd sem að búið til hinsegin fræðslu fyrir foreldra í Kópavogi og ég bara hugsa með mér þegar ég las það, ég bara býtu að þið er ekki til nógu mikið af efni, þú veist, ég skil ekki 3,5 milljón bara í stýrinefndina og svo mun allt hitt rúmast innan fjármálaáætlunar og ég held að svo margir vil ekki trúa því að sjálfstæðisflokkurinn, þú veist, kannski framsóknarflokkurinn fólk trúir þessu upp á hann núna, en að sjálfstæðisflokkurinn sé að standa fyrir þessu, er fólk sem bara býtu, ég held að íhaldið væri í kraganum það er bara ekki rétt, það er verið að innleiða efni frá viku 6 Jafnréttisskóla Reykjavíkurborgar sem er að segja við leikskólabörnin okkar að þau gætu að hafa fæst í röngum líkama mjög skrítið, það er eitthvað myndband ég horfði á þetta myndband, ég held óskar að ég hef ekki horft á það var eitthvað sem ekki syngt úlingum eitthvað hvernig á að stunda gott kynlíf og mér finnst það þetta var mjög skrítið myndband en ég bara, þú veist, er þetta virkilega fókusin í Kópavogi að við ætlum að kenna úlingunum okkar hvernig að stunda gott kynlíf auðvitað mikilvægt og það er margt mjög flott sem er verið að koma fram til dæmis að kenna börnunum okkar einkasvæði samþykki að þú veist að klám er skaðvænt, skilur, mér finnst það mjög gott hvað það er komið mikið skaðlegheit kláms, finnst mér mjög gott hvað er komið inn í kennsluefnið, þannig að margt auðvitað mjög gott í þessu og það má ekki miskilja sem svo að ef maður vill ekki alla þessa kynjafræði sem er verið að sósa öllu með að maður sé á móti kynfræðslu, þetta eru bara 2 mismunandi hlutir en eins og allt annað, eins og borgarlínan í samgöngusáttmálanum, það er verið að tvinna þessu saman, þannig ef þú ert á móti þessu, þá þarf það að vera á móti þessu, það er bara ekki þannig, 2 hlutir geta verið sannir á sama tíma, ég tel kynfræðslu mikilvæg fyrir sérstaklega úlinga og þú ert komin á ákveðin stað í lífinu, þú ert farin að hugsa út í þetta, þá skiptir máli að við séum að krakkar skilji hvað er að gerast með líkamann þeirra, eðlilegt. En hversu íhaldsamir eru þið í þessu, til þess með transmál? Er það á það heima í grunnskólakennslu? Hvað þá sérstaklega? Bara kenna transmál á einhver frá bara samtökunum 78 að vera með fræðslu transmál í grunnskólum Kópavogsbæjar. Náttúrulega félagasamtök eiga bara yfir höfuð, ekki að vera með kennslu í neinum grunnskólum. Þannig að þið myndu meina samtökunum 78 það að vera með kynningu transmál í grunnskólum Kópavogsbæjar. Meina af hverju ættu félagasamtök yfir höfuð að vera að koma að kynna sína stefnu? Nei, ég er ekki að spyrja því. Nú er það þannig að þið myndu breyta því. Já, þetta á bara að vera stefna. Félagasamtök eiga ekki vera að koma, að því meina, þetta er svo skrítið, við erum alltaf að gera svona kröfur við viljum mennta kennara, við viljum gott menntakerfi, en síðan er þetta að fá einhvern frá öðrum samtökum og þau eru að fara að segja frá sinni hugmyndafræði, eitthvað sem þau vilja og kennarar hafa ekkert efnið að segja, foreldrar hafa ekkert þetta er ekkert hlut af aðalnámskrá. En kirkjan? Hvað með? Þegar þeir að vera með einhver aðkomin í grunnskóluna? Ég tel að sem þjóð sem er með kross í fánanum og með lofsöng sem þjóðsöng og svona, það tel ég mjög eðlilegt að börn til dæmis fari í kirkju á jólunum. Mér finnst það bara mjög eðlilegt. Það eru einhverjir grunnskólar sem eru farin að gera það aftur, frábært, en mér finnst bara upp á menningun okkar og sögun okkar og bara gildin, þetta er svo skrítið. Við erum að koma með alla þessa kynjafræði og svona, við erum að kenna börnunum okkar hvernig að hugsa og hvernig að vera góð. Kristinfræði er skaðleg, þar sem þú ert að kenna að koma fram við aðra eins og þú vilt að sé koma fram við þig og elska náungan og fyrirgefa og miskun. Það er eitthvað orðið vont. Við ætlum bara að reyna að kenna það frekar í gegnum kynjafræði eða eitthvað svona og mér finnst það bara mjög skrítið. Ég fór í kristinfræði og ég er kristinn sjálfur. Ég er alls ekki á því, ég held að kristinfræði sé ekkert eitthvað svona miðuð á því að gera fólk kristið. Ég get ekki sagt að ég hafi upplifað það í minni kristinfræði kennslu sem barn. Og en ég trúi því að gildin, það er bara það sem við byggðum Íslands samfélag á og ég held að sé ákall eftir því að sé farið aftur að kenna sumar af þessum dæmisögum. En ég er samt ekki heldur á því að ég vil bara að það sé jafnræði þegar kemur þessu. Ef að tökusundæmi samtöku 78 væri með eitthvað viðburð og myndi vilja auglýsan með einhverju plaggati í úlingadeildinni og segja, ef þú hefur áhuga getur þú komið, af hverju ekki? Saman með kirkjuna sem er oft með TTT, 10-12 ára. Ef þau vilja auglýsa það, þá er þetta eitthvað sem þú getur gert í þínu frítíma. Og mér finnst umræðan þetta svo oft vera svo út á túnni að þetta snýst ekkert það að maður sjá móti einhverju fólki eða mér finnst mjög eðlilegt að í úlingadeild til dæmis að fara yfir það í lífsleikni að sumir upplefa sig í röngum líkama en að gera heilu áfangana það að vera að fara með það í leikskóla, þar finnst mér vera komin út í svona bara hver er tilgangurinn hver er tilgangurinn að börn komi heim úr leikskólanum og segja foreldri svona, ég er hán bara, hvað meinarðu? Já, það bara kom eitthvað fólk í leikskólan og
sagði, ert þú strákur að stelpa á? Ég sagði, ég vissi það ekki og þá var bara niðurstaðan að ég er hán. Og ég skil ekki hvernig þetta er hjálplegt fyrir umræðina. En er þetta þannig í dag? Er þetta raunverulegt dæmi? Þetta er raunverulegt dæmi sem ég var að segja núna. Bara að ég þekki foreldri sem sagði mér frá þessu að barn kom heim úr leikskólanum og þetta var staðan. Ég man þegar ég var í Var það þá leikskólakennarinn sjálfur sem að Nei, þetta voru félagasamtökin og þannig kemur þetta inn að, mér finnst þetta svo skrítið af hverju það er ekki bara jafnræði í þessum málum og aftur, þetta er ekki að því að ég bara þá leggja niður samtökin 78 það er akkurat boðskapurinn sem þeim myndi segja, það er bara ekki rétt. Ég er bara því ef að þetta er eitthvað sem að foreldrar vilja fara með börnin síni á viðburði á eða úlingar vilja fara á viðburði hjá þessum samtökum, þá er ekkert mál að vekja athygli á því, þú veist. Finnst þér eðlilegt að það sé á ríkisfjárframlögum? Nei, félagasamtök. Af hverju? Nei, það er þannig í dag. Ég veit það, en ég er bara að segja af hverju ég er ekki að segja að ég sé að vera útskýra það, en ég er að segja það er þannig í dag og alveg eins og með fræðsluna, það er þannig í dag. Þannig ég er að velta fyrir mér út af því að ég er að skilja, þú veist, hvert ég vilji leiða samfélagið og því hvort það sé á sveitarstjórnarstiginu annars staðar. Ég vil búið mér samfélagi þar sem að fólk getur upplifað sig örugt að vera það sjálft. Þú átt að það á að vera skoðanafrelsi, það á að vera trúfrelsi, það á að vera þannig að ef að þú sem fullorðinn einstaklingur upplifið þig í röngum líkama og þú vilt skráði sem eitthvað annað í þjóðskrá, bara þá ætti að það vera þinn réttur sem fullorðinn einstaklingur. Það sem að mér finnst aftur á móti með skrítið er þegar að það er núna 3 ára barn skráð sem kynsegið í þjóðskrá. Nú ég 3 ára strák. Ég á mjög erfitt með að skilja hvernig það einu sem kemur upp í samtölum. En þannig að mér svona hlutir að ok, þú mátt ekki gifta þig, þú mátt ekki kaupa áfengi, en þú getur skipt kyn. Skilurðu? Og þú veist, þetta er svo, eins og segja, þetta er svo rosalega, já, ég veit þetta er rosalega heit kartafla, að því að, og mér finnst umræðan ekki eiga að snúa svona mikið þetta. Mér finnst þetta ekki eiga að vera svo mikið aðalmálefni. Mér finnst bara að við erum að búa í kærleiksríku samfélagi þar sem að ef þú myndir segja við mig bara, já, ég er kynsegin, bara flott, skilur, þú veist, ég bara er að fara að koma vel fram við þig og ég skal tala við þig eins og þú vilt að ég tala við þig og nota þau fornöfn sem þú vilt að ég geri, þannig, þú veist, á frelsi einstaklingsins að virka. Síðan auðvitað þegar við förum að tala út í eins og íþróttir, þú veist, þar þurfum við auðvitað að draga eitthvað svona línu eins og vera að gera í Ólympíusambandinu. Við þurfum bara að halda okkur við almenna skynsemi og ég held að það sé bara í grunninn kjarnin af stefnum Miðflokksins. Það er bara heilbrigð skynsemi, almenn skynsemi, allir eiga að upplifa sig örugga í samfélaginu og þar kemur líka inn að við viljum taka á ofbeldismálum í grunnskólum og svona, þú veist, og við Miðflokknum þorum bara að benda á hluti sem aðrir þori ekki að benda á og af einhver ástæðu þá rísa einhver upp á afturlappirnar og vilja þá stimpla okkur með einhver X. En raunveruleikin er öllum á að líða vel, allir eiga að upplifa sig öruggir, en svo kemur bara spurningin hvar við drögum línuna. Jú, kæru hlustendur, hlaðvarpið er í samstarfi við fyrirtæki sem að vilja gera hlutina almennilega og eitt af þeim er að sjálfsögðu Alvöru Bón. Alveg eins og þetta hlaðvarp leitast við að auka viðnámsþrótt samfélagsins, eykur Alvöru Bón endingartíma bílsins með því að halda honum hreinum og fínum. Hringið í síma 5880705 eða sendið á alvörubón@alvörubón.is. Nú ef þú vilt einfalda þetta fyrir þér enn frekar þá kíkjuru bara á staðinn af Viðarhöfða 2A og lætur fagmenn sjá að bíllinn þinn sé hæfur til þess að vera séður á götunum. Já, ég er náttúrulega sammála þér og mér veist náttúrulega Snorri satt þar sem að þú sast og sagði mér þetta. Hann teldi að það væru til 2 kyn og umburðarlyndið náttúrulega varð svo umburðarlynd að hann þurfti lögreglu til að gæta heimili síns. En ég ætla að setja mig samt aftur á móti í stellingar, svona einhver sem er á samtökunum 78. Nú erum við náttúrulega með einhverja svona ímynd af raunveruleikanum, þið talið sem að svona social media efni frá Miðflokknum er oft einhvern veginn þannig að það sé rosalega mikið bundið við það að fyrir 50 árum hefði Ísland verið svo miklu betra. Það eru sínt svona gömul myndbönd í litum það hvernig lífið var miklu betra á 7. júní þegar við vorum öll hvít og við vorum öll gagnkynhneigð og fleira. Er Miðflokkurinn að setja út þetta? Nei, en ég ætla samt bara að stimpla ykkur. En þessi hugmynd þín það það er bara allt miklu betra ef við myndum vera bara frjáls í því að geta sagt hvernig við erum og fleira þar fram til göttunum,
það að fólk fái sjálfstraust til þess að segja til það hvaða nákvæmlega er nákvæmlega bundið við þessa fræðslu samtakana 78 þar sem að þeir eru að nýta sína rannsóknir til þess að benda það að eftir því sem að fólk hefur meira frelsi til þess að vera allir opinskátt sitt eigið einkenni að þá miklu líklegra að því muni koma til með að líða betur. Hins vegar Miðflokkurinn bara að tala gegn því bara ef að barn eitthvað trans þá það bara einhverja ranghugmyndir og þá það oftast bara ranghugmyndir foreldranna og fleira þar fram til götunum. Af hverju ekki að vera nákvæmlega með þessa fræðslu til þess að fólk geti verið vakið til umhugsunar? Ef ég til dæmis ætla að læra sagnfræði þá þarf ég fræðslu það. Ég get ekki bara verið einhvern veginn að binda mig við eitthvað ótrúlega handahófskendar hugmyndir það hvernig ég læri sagnfræði. Það þarf að vera eitthvað staðlað og þessi stöðlun eitthvað sem kemur frá samtökunum 78 þar sem þeir eru með ferla það hvernig þeir geta bæði breytt hugmyndum fólk sem inni þeirra nærumhverfi það hvernig að koma fram við fólk en í ofanalag að fólk hafi ákveðið svigrúm til þess að sýna fram á það að fjölbreytileikinn getur verið fyrir hendi og þeir geta fallið innan þess mengis. Já, í fyrsta lagi myndi ég velta því fyrir mér því meira sem þessi fræðsla hefur aukist hefur umburðarlyndi aukist. Ég myndi segja að mér finnst hvernig hefur komið að þessu og ég held að þetta sé svolítið sem við höfum verið að reyna að benda á að það alltaf verið að tala um að sé eitthvað svona bakslag í þessum efnum. Það sem að gera samt bara raunverulega fólk að hafna nýju hugmyndunum. Það enginn að hafna réttindum fólks. Það enginn að hafna því að þú að geta verið það sem þú upplýðir þig vera. Það sem fólk að hafna að það sé verið að reyna að koma endalaust fræðslu sem að maður fær aldrei að sjá, það enga bækur, þetta alltaf bara, eins og nú veit ég það eru nokkur ungi miðflokksmenn sem hafa verið að taka þessa kynjafræði áfanga og það engin bók, það eru bara glærur kennarans og þar ég svona farin að velta fyrir mig, ok, hvar fræðin, af því að ég hafði mikinn áhuga á að lesa þessar bækur af því ég trúi bara auðvitað, ég vil skilja og eins og segja, því að ég held að besta leiðin til þess að skilja fólk að geta lesið svona rannsóknir og fræði og þannig. Þetta náttúrulega ritrýndir skoðanapistlar, sko. Já, akkurat, en skilju þetta það engar svona kennslubækur og þannig, allavega ekki frá þeim ungu miðflokksmönnum sem eru að koma til okkar, það alltaf bara glærur og Snorri Másson kemur mjög oft fyrir í þeim. Ég myndi segja að í þessari einræðinni með hvað þetta var rosalega áhrifaríkt að ég held í alvörinu að þetta sé að hafa gagnstæð áhrif. Eins og ég sagði áðan til alveg eðlilegt að í lífsleikni tíma skilju að þá farið yfir þetta að tala það eru sumir sem upplýsa svona bara rétt eins og við erum með trúarbragðafræði til þess að við skiljum, ok, hvernig virkar þessir hindú, hvað þýðir það? En ég get ekki séð að þetta hafi haft áhrif sem er að segja við okkur þetta muni hafa. Ég held að þetta hafi nefnilega bara öfug áhrif. Ég held að sérstaklega fólki sem upplifir þetta sé ómikið, þetta býr þarna til anduð. Þetta er bara svolítið eins og ég hef oft verið að segja við fólk, alltaf verið að segja miðflokkursmikið móti útlendingum. Við erum alltaf að segja, nei, við erum á móti útlendingalögunum. Þau eru handónýtt. Útlendingalögin er það sem þarf að endurskrifa. Við þurfum að hætta að opna bara landamærin vegna þess að þá aðlagast fólki ekki að samfélaginu og það bara innviðni hrynja og þá það alltaf gert svo persónubundið og það sama eins og ég að gera núna. Hjá mér þetta ekkert persónubundið. Hjá mér þetta bara byggt á því hvað ég tel vera besta leiðin til þess að byggja upp samfélagið okkar, byggja upp umburðarlyndi. Ég held að sé ekki með því að svolítið koma þessu fyrir allstar af því að eins og við höfum séð því meira sem við verðum að bæta þessu við, því meira verður bakslagið í umræðinni. Það er alltaf bakslag og samt eru alltaf komið svo meira og meira inn í allt og ég held að sé vegna þess að það svona, þetta er bara eins og með borgarlínuna. Það þarf að vera einhvern veginn skynsöm flétting að, jú, það eru einstaklingar sem að upplifa þeir hafi fæstur öngum líkama og það er bara þeirra réttur og þeir eru alls ekki að verða fyrir því að illa sé komið fram við þá eða að þeir upplifa sér óöruggu í skólanum eða verið fyrir ofbeldi. Þannig samfélagi vill enginn búa í. Þó sem af einhver ástæði það einmitt samfélagi sem við reyna að mála upp að miðflokkir vilja þess að torfhúskofa og okkur svona þannig sem er bara ekki rétt og ég held að þetta er bara svona típist fyrirsagnapólitík að í staðin fyrir að horfa á af hverju erum við að segja þetta að þá vilja horfa bara hvernig vil ég túlka þetta. Já, þetta er líka svolítið svona eins og með bara ef við tökum rjóma í sko, það er alveg sama hversu góður hann á bragðið, það mun engum líka við hann ef það skóplað meira og meira upp í þig og því þú segir nei, ég ætla að fá að melta þetta það er meira skellt upp í þig. Já, þá myndu koma til með að líka illa við þessu rjóma í sko. Já, og þetta kemur aftur inn skilur, fyrir mér, þetta er ekki svo mikið aðalatri en það er alltaf verið að gera þetta svo mikið aðalatri. Það sem ætti að vera aðalatri hjá okkur hörru, til dæmis eins og í Kópavogi, bara börnin útskrifast ólæs. Það ætti að vera umræðan. Bara hvað þurfum við að gera betur til þess að börnin okkar útskrifast með lesskilning? Ég að heyra af kennurum í iðnnámi,
bara kemur inn hérna nýr nemandi, fær hérna verklýsingu og krakkarnir bara, þau skilja ekki verklýsinguna, þau get ekki lesið textana á blað, þú veist, bara skilja ekki orðin. Kennarar eru ítrekkað þurfa að nota ensk orð til þess að útskýra fyrir grunnskólanemum hérna hvað orðin þýða sem þau reyna að kenna. Bara já, heyrðu hérna og þyngdarlögmálið, þyngdarafl og krakkarnir bara hvað er það? Já, gravity. Já, nú skiljum við hvort að tala. Þú veist, það ætti að vera það sem við erum að horfa á. Við ættum að vera að horfa á af hverju ungt fólk getur ekki flutta heiman. Þú veist, af hverju sveitafélögin að selja lóðir á uppsprengdu verði. Þú veist, mér finnst það ætti að vera fókusinn. Til þess að réttlæta þessi negin rekstur sko, sem er náttúrulega galið út að vera sig sko. Já, en það er með það sem ég er að skilja að segja með, það er svo oft sem að við tökum eitthvað sem að er ekkert issue, en það er bara gert vandamál úr því. Eins og móðlendingamálin, það er náttúrulega ekki issue. Landamærin eru náttúrulega vandamál, en ég er að segja að það er verið að láta eins og þetta snúist eitthvað bara, já, hörðu, að því að þessi kemur hérna frá Litáen, þá er hann alltaf í orðin bara, hörðu, þetta snýst bara það að ef að fólk kemur hérna aðlagast ekki samfélaginu, brýtur af sér úr landi. Ég held að núna er það orðin almenn skoðun, fyrir 10 árum þetta bara verið hatursklæpur sem ég var að segja sko. Pilsa er ekki eins þegar hún er ekki frá bæjarins bestu pilsum. Það vitað allir sem að hlusta á þetta hlaðvarp að þegar þú ert að fá þér pilsu þá ertu í grunninn að horfa á tvenns konar upplifanir. Það er annarkvort svo ánægja sem fylgir því að vera að borða bæjarins bestu pilsu eða svo vonsvikni sem að fylgir því að vera að borða pilsu sem er ekki frá bæjarins bestu pilsum. Og það vita það í rauninni allir að það eru þessar tvær upplifanir sem við erum að horfa upp á þegar við erum að fá okkur pilsu. Því mæli ég með því að þú skellir þessu hlaðvarp í eyrun, farir á næsta sölustað og fá þér tvíhlaupu ásamt einhverju góðu að drekka. Það er náttúrulega svolítið skrítið sko, ég hérna var að eiga heitar samræður þetta í gær sko, ég var að segja sko að ég er mjög sammála því sem þú varst að segja þetta með það sko hvað hérna skapar andúðina og það hefur verið mjög sérkennilegt að fylgjast með því og þetta fer mjög mikið í taugarnar á mér og það er núna bara sem dæmi þá eru Þjóðverjar núna að fara að úthýsa kringum 800.000 Sýrlendingum og hvernig það mun ekki leiða til átaka bara veit ég ekki hvernig mun koma til með að líta út og Þjóðverjar hafa ekkert frábært track record í því þegar upp kemur svo staða en hérna í ofanalag þá erum við líka með bara mjög vonda stöðu hérlendis og það eru allir að taka eftir því við erum að upplifa það sama og Danir upplifu með ákveðin þjóðfélagshóp og það bara þykir mjög dónalegt einhvern veginn að tala um það en það er að verða minna og minna dónalegt þegar fólk er að verða þreyttara og þreyttara og ég er alltaf að segja, ok, hvernig leysum við úr þessum málum? Ég er til dæmis með Sýrlendinga, Afgana, Albana, ég með fullt af fólki sem að á að hérna flokkast undir þess mengi sem að ég á að vera að hatast út í og mér er bara alveg sama um það. En ég er alltaf að segja, hvernig komumst við á þann stað að við erum ekki búin að búa þannig í haginn að það verið pólitísk eftirspurn eftir því að sparka mínum strákum úr landi. Ég bara vil ekki að við komumst á þann stað. Og ég segi, já, við þurfum bara að taka bæturnar. Þannig að þú þarft að vera íslenskur ríkisborgari til þess að þykja bætur hérlendis. Já, það er örugglega hægt að finna eitthvað hérna aukaðatri í kringum EES þar sem við erum að þykja bætur í Danmörku og eitthvað þannig. Ok, fæn. En allavega utan þess að þá getur ekki þegið bætur á Íslandi og ef þú fyrir með glæp að þá ertu farin í fyrramálið og við gerum samning við þriðja ríki það að hýsa glæpamenn sem eru erlendu bergi brotna og þeir fá ekki að koma aftur inn í landið. Sko, útlendingumræðan myndi hverfa eins og dögg fyrir sólu og það var enginn að spá í einstaka Sýrlendingum, Albönum, Afgönum eða hverjum sem eru meðlans búin að reka fyrirtæki. Persneska þjóðin er mjög fræg fyrir það að vera mjög ötull hérna fyrirtækjarekandi en það er bara einhvern veginn eins og það sé dónalegt að eins og reyfa þessar hugmyndir sko. Já, ég held að bara eins og ég sagði áðan varandi kerfið ég held að það sem að þurfi bara raunverulega að gerast er að heilbrigð skynsemi fá að komast inn bara ok, hvert er endanlegt markmið við getum ekki bjargað heiminum við getum ekki upp á eigin spýtur hætt allir í kolefnislosun heimsins eins og Kópavogsbæjarstefnur og núna með nýrri innri loftslagsstefnu sem aftur, maður er bara svona hvað er að gerast en ég held að með útlendingamálin að þetta snúist akkurat um það að áður var þetta ekki vandamál af hverju ekki á Íslandi var þannig að hafa tekið við kvóta á flóttamönnum mun smærri hópur heldur en við erum að gera núna og samfélagi var bara þannig að þegar fólk fluttingað þá lærði það íslensku samfélagi var eitthvað miklu meðtækilegri til þess að hjálpa þeim bara aðlagast og þau bara auðvitað hluti af samfélaginu núna er bara komin eiginlega bara hvati til þess að þú þarft ekkert að kunna íslensku þú getur bara verið í þínu mengi það sem að enginn talar íslensku eða kannski einhverju nokkrir þú bara tala þitt tungumál það er komin að búðir bara með þínum vörum og svo framvegis Mér er það komin sko á pólitískur
áróður á TikTok á arabísku Já. fyrir sveitarstjórnarkosningar á Íslandi sko. Já, akkurat, en þetta akkurat það sem bara að gerast í öðrum löndum, að ég meina auðvitað, ef þú kemur alltaf menningar heim og flytur eitthvað, þú vilt bara halda í þína menningu, ég meina ég mjög stoltur af íslenska menningu og tungumálinu mínu og þú veist, kjötsúpu og eitthvað svona skilur, bara geggjað, ég elska Ísland og Íslandsdót. Þegar ég bjó úti, þú veist, og maður komst í íslenskara vörur, bara frábært, þú veist, Íslendingabúðin í Kaupmannahöfn, bara Íslendingar fyrir jólin fara allir að þeir vilja fá íslensk jól, þó þeir búi ekki í Danmörku. Og mér finnst sko, það ekkert vont í sjálfu sér, þú vilt halda í þína menningu, það bara eðlilegt. Vandamáli fyrir að verða þegar að menningarna fara að skarast á og þegar allt í einu fyrir að gera undantekningar eða breytingar til þess að þóknast einhverjum minnihluta og aftur, þetta býr til andúðina veist, og ég held að bara við sem manneskjur við viljum bara geta lifa okkar lífi án þess að því sé truflað og þetta svo, það var eitthvað sem sagði við daginn að núna samfylkingin er búin að vera átaki að banka upp á dyrnar hjá fólki og segja hvað getum við gert fyrir þig og eins og sagði mig, ég myndi bara segja látið mig í friði bara hættið að skattleggja mig hættið að auka álögur hættið þessu bulli sinni bara grunnþjónustu og látið mig í friði og ég held að þar sé svolítið fólk það vil bara að barnið sitt fái leikskólapláss það vil bara geta komist til heimilislæknis sem ekki hægt lengur í dag það vil bara að barnið sitt geti komist til talmeinafræðings allt þetta innviðin okkar bara hrundir út af því við opnum landamærin alltaf mikið og að ætla það að gera fólk sem að kemur hingað vegna þess að það trúið að lífið á Íslandi verður miklu betra að gera það að vondakallinum við byggum til þetta kerfi við þurfum að taka til í kerfinu og þar finnst mér umræðan þurfa að vera við þurfum að horfa með heilbrigði skynsemi á við þurfum að taka, eins og þú ert að segja við eigum ekki að búa til hvata til að leitast til Íslands bara, það var nú þegar bara mjög aðland að vera á Íslandi við þurfum ekki að auka hvata og það er sama með eins og bara félagslega kerfið í Kópavogi nú hefur eins og ég var að tala áðan ástæðan fyrir að skoða opna bókhaldi var bara til að skoða hvert penningurinn að fara og það er að aukast rosalega mikið þessi stuðningur og Hafnarfjörður í miklu verri málum þeir hafa verið að taka við miklu fleira fólki og verið með miklu meiri stuðning og ég veit að Einar Geir oddvitin í Hafnarfjörði, hann hefur mikið verið að tala um það að þetta sé bara orðin alltaf mikil kostnaður Hafnarfjörður bara fann að eyða einhverjum milljörðum á ári í stuðning fyrir flóttamenn og þá aftur kemur það að í grunninn er það ekkert vont að vilja hjálpa fólki en þegar þú getur ekki einu sinni þjónust að gamla fólkinu þínu, þú getur ekki einu sinni veitt leikskólapláss og allt þetta þá þarf það að fara að skoða hver er forgangsröðin og ég held að sé sama í Kópavogi og bara í öllum sveitafélögum að við verðum að skoða hvar eru glufurnar í kerfinu vegna þess að það er bara mannlegt eðli að ef að þú getur styttir leið þá myndu gera og það eru einstaklingar sem að eru bara að lifa á kerfinu að þér geta það og ég aftur, það kemur út í þú ert ekkert vond manneskja því að það er bara mannlegt eðli ég get bara að lifa á kerfinu þá þurfum við bara að gera það ekki hægt Hlaðvarpið er í samstarfi við fiskhúsið.is Fiskhúsið.is er heildverslun fyrir veitingamenn sem vilja það ferskasta og það besta fyrir sína kúnna. Hvort sem það er fyrir veitingareksturinn, hótelreksturinn, mötuneytið eða hvað annað, þá ferðu inn á fiskhúsið.is til að sjá það gríðarlega úrval sem að strákarnir hafa upp á að bjóða. Ef að þú vilt hið ferskasta og hið besta, þá gerir þetta sjálfsögðu almennilega, ferðin á fiskhúsið.is. Það er ekki til sú spurning sem að strákarnir hafa ekki svarið við, þannig enn og aftur fiskhúsið.is til að fá ferskasta og besta fiskinn á landinu. Já, það er margt um þetta að segja. Við ætlum að setja punktinn hér fyrir aftan. Eitthvað að lokum? Hvað er með hérna framboðsræðu? Framboðsræðu? Ég laði upp fyrir það en hvað er með aðra? Nú, aðra framboðsræðu? Já, ég man ekki, það var einhver spurning sem ég spurði Jú, þú veist að spurning bara af hverju þetta fólk frekar kjósa okkur heldur Já, það var það. Tókustu með fína framboðsræðu. Já, fína framboðsræðu. Máttu endur taka hana eða koma með nýja? Já, taka lifturæðuna. Nei, en Miðflokkurinn í Kópavogi stendur raunverulega bara fyrir heilbrigðisskynsemi, eins og ég var að tala um áðan. Við viljum afvinda þessari Reykjavíkurvæðingu. Það á ekki vera lúxusvara að vera með bílastæði við íbúðina sína eða það ætti ekki vera lúxus að geta boðið fólki heim til sín í barnaafmæli. Ég held að það sé líka mjög mikilvægur vinkill. Ef þú ert með eitt bílastæði íbúð, hvað þú ætlar að halda barnaafmæli þar sem að er að koma 5 manns á bíl. Þú segir ekki, þú tekur bara tvistinn upp í efri byggðir Kópavogs. Þetta snýst bara almenna skynsemi í skipulagsmálum. Þetta snýst það að við séum ekki að kenna börnum okkar hvernig eigi að hugsa, heldur við að kenna þeim gagnrýna hugsun, við höfum að kenna þeim grunnfögin, við höfum að útskrifa þau læs og þar þurfum við skóla með aðgreiningu, veita börnum það aðstoð sem þau þurfa og ég held bara að Miðflokkurinn við þorum að stuða kerfið
við þorum að vera leiðberandi aflið sem að aðri kannski flokkar þurfa og við erum ekki trættir við að taka umræðuna eins og við erum búin að gera núna. Auðvitað mun einhverju vera brjálæðir yfir því en þannig komumst við nær lausnum, það með því að tala saman og það það sem að Miðflokkurinn Kópavogi stendur fyrir. Við viljum endurvekja áramótabrennu, bæta Guðmundalund, efla menninguna í Kópavogi, að Kópavogsbor þurfi ekki að leita annað til þess að geta sóst í svona menningu, það ætti allt sem að bara vera í Kópavogi og þetta allt byggt á almennri skynsemi, ekki með því að hækka skatta, heldur með endur forgangsun fjármagns og ég held að það sé kannski lykilpunkturinn í þessu að við viljum þjónusta Kópavogsbúum en við viljum ekki hækka álögur á til þess að gera það. Og Ísland fyrst svo allt hitt. Já, og hjá okkur náttúrulega Kópavogur fyrst. Já, Kópavogur fyrst. Af því að það hefur verið allt of mikið það að Kópavogur hefur bara orðið einhvers konar umferðaræð fyrir eins og núna er verið að leggja hraðhjólastíg í gegnum gett fallegt svæði. Af hverju? Til þess að haffinningur og garðbæðingar geti hjóla til Reykjavíkur. Þetta ekkert fyrir Kópavogi, þetta mjög furðulegt og sama með borgarlínun og allt þetta. Ef að ég verð kjörinn sem bæjarfulltrúi og kemst í meirihluta fyrir Kópavogsbúa, það ég að fara að berjast fyrir hagsmunum Kópavogsbúa. Og ég held að það sé líka annað sem að fólk þarf að, ég ekki að fara að gefa mig bara því ég að fara að vinna með einhverjum miðflokksmönnum í öðrum sveitafélögum. Þeir að berjast fyrir sínu sveitafélagi, ég að berjast fyrir mínu, en grunngildin alltaf þau sömu bara heilbrigða skynsemi. Einar Jóhannes Guðnason, takk aðeinslega fyrir að koma, ángetur næst. Takk fyrir að fá mig.